Þessi þáttur í boði Pop Smells, nammi frá Nova Sirius, súkkulaði og pop, kemur í 2 bragðtegundum, velið súkkulaði, piparduft, persónulega er ég reyndast á piparduftunum, ég get endast á þessu og það skemmir ekki fyrir, þetta passar mjög vel með flottri bíómynd. Og ef þið hafa áhuga að hjálpa mér að stækka podcastið, þá með ég bara endilega fylgja mér á Instagram, YouTube, Facebook, bara öllum þessum miðlum og ekki gleyma, kaupa Pop Smell. Þetta mynd sem heitir Army of Darkness. Já, ok. Sem partur í Evil Dead trilogíunni. Já. Hann var að vinna í búð sem heitir S-Mart og svo... Af því hann var þá með keðjusöf fyrir hönd og svo var hann alltaf með haglabyssu. Hefur þið séð þessa myndir eða? Nei. Ég er mjög spennt að sjá hvernig þessi þáttur verður. En því að segja, ég fæ átt fólk til mín sem er ekkert hardcore nördar. Nei, þú veist, vonandi er það fínt, er það ekki bara eins og... En þá verð ég að spyrja einu, að þú ert leikari. Mér finnst rosalega fyndið og áhugavert þegar að leikarar er eitthvað ekkert mikið fyrir það að horfa á bíómyndir. Sko, mér finnst það mjög gaman, en ég er svona... Mér finnst ég alltaf þurfa að vera í ákveðnum gír til að horfa á ákveðnum myndir. Þess vegna er ég stundum ótrúlega lengi að fara að horfa á einhverju mynd. Ég er kannski búin að horfa, þú veist eins og þetta bíólegarnar voru, nei, vídeolegarnar, takk. Þá sá ég kannski einhverju mynd og það tók mig kannski 1 ár að taka hana, en ég vissi ég vildi horfa á hana. Aha. Svo bara, ég er ekki alveg tilbúin. En er það alls konar myndir eða áttu bara við einhver svona þungar drafmyndir? Í raun og veru alls konar, sko. Þú veist, ef ég er í ákveðnu skapi, þá get ég ekki farið í grín og öfugt. Okay. Til að njóta myndarinnar eða þáttarins sem best og þá vil ég vera í ákveðnu svona state of mind til að njóta. Þú veist, ef þetta meikar einhvern sens eða kannski óslega skríti. Nei, þetta meikar smá sens. En ég er svo sögum myndir, þú bara hvað, ég verð að sjá þessa. Svo líða kannski bara 3-4 ár þá þú séð hana. Ég sko, Titanic til dæmis, ég held ég hef séð hana sko 8 árum eða 9 árum eftir. Nei. Jú, þú veist bara á... Einn stærsta mynd allan tíma. Já, hún var komin ábyggilega á Kringluvarpi í Færeyjum, sko. Það var svo langt eftir það, sko. Ég veit ekki... Þið langaði að sjá hana, en þú varst ekki í stuði. En það bara, já, ég bara vissi hún er, þú veist, 3 tímar og hún er eitthvað þungt og svona eitthvað, þú veist, fallegt að, svo varst hún geggjuð. Ok. Þú veist, low-key. En sástu þú eftir? Varstu bara svona, djöfull, ég ætti að sjá þessa mynd fyrir 8 árum? Nei, það var sem er svo geggjað. En svo Breaking Bad, má ekki líka tala um Breaking Bad, það er bara bíó. Nei, þú tala svona vilt. Ok. Ég held að sé að ljúga, já, ég er að ljúga þér ef ég segi fyrir ár síðan. 2019, þá horfði ég á Breaking Bad í fyrst skipti. Ok. Og það var sem ég geggjað út af því að ég átti allt inni, það sem allir aðrir voru að tala um. Það var allt tilbúið. Það var bara, þá gæti ég bara notið þess og verið sammála og ósammála og... Horfður á alla bara í röðu það? Sérðu það? Já, í raun og veru eins mikið og ég gat. Þú veist, ég svo er það líka, skilur, þetta binge, út af því ég er svona, mér finnst það smá leiðilegt að detti í það, sko. Að detti í binge. Finnst þetta að verða bara svona eitt grautur? Já, og líka bara, þú veist, mér finnst það bara svo mikið sóun á, svo mörg, þú veist, þegar allt í einu verður bara, ef ég horfa á 4-5 þætti í röð, þá er ég búin með 5 klukktíma af lífinu mínu og ég er búin með þetta geggjaða stöf strax. Þannig að, þú veist, ég á ekkert, svo er það búið, eins og Breaking Bad, það var eina serían sem ég var eitthvað spenntur á þessum tíma að sjá, svo allt í hennum bara var ekkert meira. Og þá var ég bara eitthvað, hvað ég gera núna við líf mitt, skilja. Þá var ég bara eitthvað, ok. Finna aðra seríu? Já, en þá var ekkert meira á Netflix, sko. Já, og kannski ekkert sem jafnast á við Breaking Bad. Nei, eitthvað, svo kom hann að, hvað er þetta, Better Call Saul. Já, það fíla ég í tælur. Og þá er ég aðeins að venja mig núna en taka bara 1-2 og svo stoppa að ég inni til að lengja í þessu. Ég sann skilð alveg, af því að ég hugsa líka oft, þessi sem búið þess að þetta, þeir eru búin kannski mörg ár að búið til, svo kemur þú bara, Jóel, horfður á þetta bara tendum, alveg bara búið, allt er að njóta smá. Já, og svo, þú veist, já, er það ekki, gott, þú veist, ég hugsaði ekki svona út í þetta, út frá þessu sjónarhóndi. Þú veist, það búið að eyða þarna, þú veist, 2, 3, 4, 5, 6 ára, þú veist, hvað er ekki, 5 seríu?
Queens, nei, hérna hvað heitir þættin er hann Queen's Gambit. Já, ég eftir að horfa á það til dæmis ég veit, mér langar að horfa á það en ég veit eru skrýtnir eða svona öðruvísi Þannig að ef ég hitti eftir 4 ár þá áttu kannski búin að horfa á það. mögulega búin að horfa fyrst það Okay. Nei, ég ætla bara að horfa á það bráðum hérna, en það er, þú veist, eitthvað 30 ára konsept sá ég einhvers stað Já, gæði sem skrifaði þetta. Já. Hann var búin að reyna að shoppa þetta lengi og hann vildi enginn gera þess að þetta. Já, svo allt innu kemur þetta og þá er ótrúlega gaman að gefa hann kannski þá virðingu að njóta bara lengur, bara eins og gott rauðvín eða góð bjór eða eitthvað, þú vilt ekki klára 1, 2, 3 Vákvæði klár Já, þetta var mjög flott setning. Ertu sérst hrifnari af svona línulegri dagskrá, þar sem kemur 1 þáttur í viku? Ég er að detta aftur inn á það Ég er svona smá, eða sko 2 þættir á viku við sem er fínt svona eins og hérna Last Dance byrjaði með hérna heimildar og færði smá feelingin sko Já. það þurfi ekki að bíða en það er bara svona síðasta ár er ég búin að detta aftur inn á að langa meira að njóta í lengri tíma heldur en að klára þetta alltaf bara á 1-2 kvöldum þú veist og ég gerði alveg það, ég alveg vakti alla nætur skilur þeirra, ég var ennþá að horfa á 24 þegar ég horfði fyrst á Prison Break og ég svaf eiginlega ekki fyrir en ég var búið með seríuna ángríns, ég svaf í svona 2 tíma og vaknaði, fyrst sem ég gerði, ég var út í London þá hafði ekkert að gera og bara kláraði seríu á 24 tímum, basically. Okay. Og eftir það, þá hugsaði ég, þá voru konar 5 seríur af 24. Þá hugsaði ég hef ekki tíma í þetta, ég er í skóla, en ég hef ekki ennþá hort að 24. Sérst, þú hefur ekki agan til þess að horfa bara á einn? Nei. Er það bara ekki sérst? Jú, ég er að vera betri. Þú ert að vera betri? Já. Hvað ertu gaman? Ég er 38 ára. 38 ára? Verður þú sérst 39 ára? Nei, ég bara átti ammali í 17. februar, hvað, fyrir þetta? Já, þannig að þú ert 83 mótel? Ég er 83, já. Saman ég? Besta árið? Já, allan að samkvæmt grískri góðafræði. En það? 83 grískri The Chosen Ones. Það er frá 83? Það var einhver ritgerð gerð, eitthvað. En ég held að sé, sko, þegar ég vera afkomundir, við höfum að vera, eða við, fólk í Gríklandi, fætt 83, eiga að vera afkomundur, hérna, góðana. Já, ég trúi því. Mér líður þannig, sko. Ég er sammálaðis, ég held það. Það er svo annað sammeðlega. Þú ert Sæmundsson. Já. Sæmundsson. Hafsteinn Sæmundsson er ég. Jóel Sæmundsson. En pabbi minn, kannski. Eða þú veist, Þú þarf að finna að það ekki með ljóst núna. Shit, hvað er gott, pabbi mjög sitt, bara eitthvað. En við varst að býta Er hann 1,80? Hann er 1,80, já. Krútlegur? Já. Með bumbu? Nei, ekki mikla. Sköllundur? Nei, ok. Og þetta er ekki sami maður. Nei. Ok, það er allavega, ok. En það heitir báðið Sæmundur. Það er alveg skemmtilegt, 83 og... Það er mjög skemmtilegt. Ég verði að spyrja til Breaking Bad. Já. Nú fekk Bryan Cranston svakar lof fyrir hann leik. Hvernig fannst þér hann í þessu þáttum? Mér fannst það geggjaður og eiginlega, mér fannst það nefnilega geggjaður í... Nú man ég ekki, það sem við kynnumst honum fyrst, Malcolm in the Middle. Mér fannst hann bara alltaf að vera geggjaður. Mér fannst hann frábær, þessi ykti, mér fannst hann gera ótrúlega náttúrulegan yktan karakter, ef að það er eitthvað. Og í þessum þáttum fannst mér hann frábær. Og ég var að hlusta á núna podcast með honum, í hérna, sem að hann bara ræði hvernig hann fekk hlutverk í Breaking Bad. Og það gleymir stundum að leikarar eru kannski með meiri element af sér heldur en bara segjum bara Malcolm in the Middle. Já, hann er ekki bara grínleikari. Hann er ekki bara grínleikari og þessi típa grínleikara. Að þá hérna var hann næstu ekki búinn að fá þetta hlutverk út af framleiðendurinn voru bara nei, hann er þessi. Og þá hafði leikstjórinn unni á því með honum í dekkra dæmi. Það var X-Files-þáttur. Já, X-Files-þáttur, nákvæmlega. Já, hlustaðu á það. Nei, ég er bara mikill X-Files maður. Já, ok. Ég þekki gæjar sem, ég þekki ekki persónulega, ég veit hver gerir Breaking Bad, hann var að vinna í X-Files. Já, alveg, og þaðan kemur og þá fær hann þetta hlutverk og það finnst mér fannst ótrúlega fallegt að heyra þetta svona út í heiminn, að það gleymist oft sko, þú veist, hann er bara svona og hann er bara svona og hún er bara þetta, en þú veist, það er mikið meira, heldur en bara... Þú verður á typecast. Já, sko, og mér finnst það ekkert skrítið, út af því að bara það sem er mér næst, það þekki ég best og því get ég gert betri skil á því heldur en nokkuð tímann eitthvað annað. En málið er bara, ég er ekki bara eitt, skilur.
þú veist, ef við förum einhverja cheesy samlíkingu, þá erum við öll laukar inn við beinin. Þú veist, við erum bara lög af einhverju. Já, við erum flóknari kannski heldur en bara það sem sést á yfirborðinu. Já, þú veist, við eigum, þú veist, eins og bara, þú veist, Hafsteinn á ljótan Hafsteinn og fallegan Hafsteinn og góðan Hafsteinn. Er það mig? Já. Ok. Og Ég er að tala um mig að annan Hafsteinn. Bara þessi eini Hafsteinn sem á. Þú ert komið dæmi? Ég er bara komið dæmi, já. Sérst, við erum, þú veist, bara við sem mannskepnur erum margslungnari og þó við kannski viðurkennum ekki alltaf fyrir sjálfum okkur, að við eigum, þú veist, við eigum ljótar hugsanir, við eigum ótrúlega væmnar hugsanir og fallegar, hvað leifur að koma fram. Og það er náttúrulega bara fyrir mér allavega er grunnurinn af þú veist að vera góð leikari eða skilja góðan leik, það er að þekkja þessi element af sér og það er leiðandi, jú, þú ert alltaf tæpkastaður í eitthvað í raun og veru, flestir eru það. Finnst þér leikarnir geta stjórnaði? Sjálfur, eða er þetta bara Nei, er þetta bara casting director? Ég er að hugsa til dæmis Liam Neeson, hann leikur í Taken, Hasamynd, svo gerða það bara eitthvað 20 myndir sem allar eiginlega eins. Ég bara, þú veist, verður þetta ekki bara eins og hver önnur vara í raun og veru. Þetta bara, hún bara klikkar þarna og þá bara er þetta hvað segir maður, þá er þetta einhvern veginn boltinn sem byrjar að rúlla og hann fer í þessa átt væntal út á hann fyrst að gaman líka, þannig að þetta er væntala samspil að þetta er það sem er að gefa honum vinnuna sína og býr til, ég meina, hann er náttúrulega í raun og veru, það er engin harðari í, ef þú heyri Liam Neeson þá er það bara harðasti leikar í dag allavega. Já, hann var það ekki fyrir Taken. Alls ekki nefnilega. Mér fannst það að vera fjölhæfari leikari. Já, þá fannst hann kannski gaman að fá bara vera ultimate, badass. Já. En er ekki bara peningur? Ég er ekki að dæma hann fyrir þetta. Nei. Þú bara að pæla sem leikari, og nú getur þú svarað þessu, er ekki skemmtilega sem leikari aðeins að prófa okkar nýtt? Sko, jú, eins og fyrir mér finnst gaman að fá að gera sem ég langt til að gera þegar mér langar að gera það. Og gera eins mikið af mismunandi og ég get. Og mér finnst allt eiga rétt á sér, allar þessar sjónrur eiga rétt á sér út af því að þú veist, hver er ég að segja að það sem ég fíla sé það besta og þetta væmna dæmi sem að, þú veist, ég myndi kannski ekki horfa og einhver aðrir horfa að það sé eitthvað betra eða verra heldur en hvort annað. Þetta í enda dagsins, þetta var smekkurinn þinn og minn og hvað gefur. Og það, þú veist, eins og fyrir mig er bara mjög gaman að fá að explora sem mest og það er bara á sama tíma að explora hluta af mér. Þú veist, bara ákveðna típur sem bara rómantískt dæmi. Að þá er ég að fá að leika mér með það element af mér og ég var núna í tökum á svona sem ég ekki gert áður, mér finnst það óslega gaman, ég fekk að vera smá svona góði vondikall, eitthvað. Góði vondikall, hvað þýð það? Svona anti-hero eða? Já, ætli það ekki. Okay. Svona, ég fæ að drepa á eitthvað. No, ok. Og en það er mjög réttlætanlegt. En þarna, þetta heitir þetta áver einhvers konar thriller, horror, einhver. Er þetta bíómynd? Þetta er bíómynd, já. Er þetta eitthvað top secret? Nei, ég held ekki, ég veit ekki, þetta kemur út bara, ég veit ekki, ég var í Noregi. Máttu tala um þetta? Er þetta íslensk mynd? Nei, þetta er svona amerísk-norsk mynd. Já, ok. En já, bara, þú veist. Talar þú ensku í henni? Já, okay. Ég er Scott Carlson. Já, þú ætti ekki að leika Íslending? Nei, okay. Ég er að fá að leika með þessa faðir sem var ákveðið sjokk í fyrstskipti, faðir fyrir 18 ára úling. En þú átt það börn sjálfur? Já, 3, en svona gamlan. Já. Þú veist, þau voru 20 í myndinu og ég var þarna. Og þú bara 38 ára? Þarna var ég bara 37 með þessu, Já, Heiminn og allt annað verið 37 ára. Já, en það var svona ákveðið svona moment fyrir mér sem ég fattaði bara, já, ok, ég er komið þangað. Ég get verið pappinn fyrir ungt fólk. En mér finnst áhuga pæling að þegar ég sá viðtal við Edward Norton. Já. Mér finnst það frábærleikari. Sammála. Og hann alveg svolítið fjölhæfur, hann hefur gert alls konar myndir, eða leikið alls konar hlutur. Hann sagði, mér finnst það mjög áhugavert, hann léki í Primal Fear, maður setur henni, með þetta ger. Hann snóð svolítið gegn þar. Já. Það var svona réttardrama, thriller eitthvað. Svo eftir þá mynd, þá var hún búin svo mörg svona handrit. Já.
leika einhverju John Grisham mynd, eitthvað svona réttar dæmi og hann vil svona leiki American History X svona allt öðru sem mynd heldur Primal Fear og hann var svona að velta þessu fyrir sig, hvað ég gera og það var eitthvað leikstur, eitthvað svona frægur sem sagði hann, ef þú leikar American History X þá mun Hollywood ekkert vita hvað er að gera við þig og það var í kostur, skilur þá geta ekki sett í box Já, þetta því að þú veist er þetta ekki bara, þú ert að lesa handrit og þú ert nýbúin að horfa okkur í þessu hlutverki og þá náttúrulega poppar hann upp í, þú veist, það bara gerist ósjálfrátt, þótt þú ætlar ekki og þá náttúrulega geggja það ná að gera og mér persónulega finnst American History X og hann í þeirri mynd finnst mér hann sjúkur. Mér finnst það besta framist annars. Það bara, þú veist, mér finnst það rosalega. Þegar hann að tala við hérna pappan, Eugene, hvað heitir hann, sem ég hef vísu dýrka líka, leikaran, sem leik stjúpappans í myndin, ég er svo lélum munna. Já, nei, hann heitir ekki Eugene. Heitir hann, já. Ég er að klikka í leika núna. En þú veist hvernig ég er að tala? Krullaði og þú veist, það er bara leikur Þetta er mjög frægur leikari. Já, ég bara þetta var ekki pappin í American Pie, nei. Nei, það er Eugene Levy. Já, nei, þetta er ekki hann. Þetta var kallinn í, hérna, Ocean's 11. Já, núna er fólk að öskra okkur. Þetta er hann. Var ekki að googla, nei. Ég ætla að googla. Já. Ég ætla að googla hann. Þetta er svo óformulegu þáttur. Já, en sú sena til dæmis, fyrir mér. Já, ég veit hvað sem þetta er. Við eldursporið þarna. Það er svona sem þegar ég horfa hann ennþá, þá fæ ég alltaf svona gæsa svona lifti svona kassin smá. Já. Og hérna, það er nefnilega svo gaman af Elliot Gould. Og næstu því, það var eitthvað Það var eitthvað Ég skal bara klippa þáttum þannig að þetta virkir svo sem ég get klárið. Ok, ég ætla bara, já, hann er eins og maður upp á senan sem hann var að gera við pappans, með stjúpappans. Ég ætla ekki að klippa neitt sånt. Elliot Gould, manstu? Ég man, já. Ok, Elliot Gould, búm. Ok, þessi sena. Já, hún ennþá gefur mér svona, þegar ég sé hana, svona liftist kassin bara út af intensityinu í senunni. Hvernig hann verður, þú veist, og Edward Norton er í. Og það heitt bara, þú veist, að tala með Edward Norton og hann var í þessu Primal Fear og svo fyrir hináttina. Uppáhalds ljóti leikari minn er Robin Williams. Rest in peace. Ljóti meinaru sem leikur vondakallina? Já. Þú tekir það útlistlega ljótur? Nei, bara... Því ég veit saman, hann er ekkert ljót. Nei, hann bara myndarlegur. Sko, ljót, þá meina ég sko bara þegar hann er í One Hour Photo og hérna... Insomnia. Rosalegur. Það er ef þú hugsa bara Patch Adams og allt þetta á móti þessum hana. Og það finnst mér bara svo gott og tala ekki þegar við vitum hvað svo gerist í hans lífi. Og það þýðir bara hann væntanlega að vera mjög miklum tengslu við skuggan sinn og þú sér það bara þarna. Þetta er sami maður en hann er að gera bæði þessa gleði, þú veist, gleði komedjur til að lyfta upp fólkinu og gleðja það í sínu myrkasta momenti og svo sýnur hann okkur hina liðina í eins og One Hour Photo. Það, þú veist, One Hour Photo þegar hann er með glerun í, hérna, er einhvern veginn að réttlætið allt og með sorgin á bakvið. Þar fyrir mér sé ég bara mann sem þekkir þessar conflicting tilfinningar á hérna, á sjálfum sér og þessum aðstæðum sem að hann er í. Og það finnst mér bara kannski vanmetið, eða ég ætla ekki að segja vanmetið, þú veist, við erum öll svona, einhvern veginn. Þú veist, við eigum öll þessa mismunandi púlju af karakter traits. Sumir fá að sýna það og aðrir ekki. Í typecast og að brjóta þeir. Í leiklist. Já, og svo líka bara, ef við ætlum að vera heimspekilegir, líka bara í lífinu, þá felum við oft alls konar aspekt á okkur. Bara því að við erum að passa upp á shit, hvað ég er ógeðslega eins. Klár. Þetta er skemmtileg pæling og mér finnst gaman að nefna Robin Williams af því ég maður þegar hann léki One Hour Photo og Insomnia að ég var bara eitthvað, vá, djöfull er hann góður leikari. Hann er ekki bara grínisti. Nei, sko, og sem er náttúrulega, þetta orð líka bara grínisti og þetta er, þú veist og ég er ekki að gera líkt úr að vera grínisti. Ég veit það, sko, en þetta er bara tendens sem að, þú veist, við gerum öll að maður tekur einhvern veginn grín, var það ekki með þess að Robin Williams sem sagði grín er fúlast alvara eða dauðans alvara eða hljómar alveg svolítið eins og hann. Já, þú veist, bara grín er, ég held að ef þú ert góður grínleikari, þá ertu mjög oft góður dramaleikari,
ég held að sé frekar heldur en hínáttina. Sammálaður. Og það er þetta, fyrir mér, það er þetta tár í auga trúðsins. Hey, déjà vu. Gekja? Og það var déjà vu núna í þættunum. Live í þættunum. Gekja. Þá vildi ég alltaf stoppa til að vera venda. Viltu ræði þetta frekar? Nei, skilur, þú veist, það er þetta tár í auga trúðsins. Og það er trúðurinn alltaf reyna að fela eitthvað og við erum öll með grímu og þetta sérsta bara, þú veist, ég gerði litla svona stuttmynd núna í fyrra, eða þryggja mína svona á verkefni sem ég gerði með stofunni úti og þá tók ég sett fyrir í raun og veru tvo aspekta af COVID pandemic, shadow pandemic, annars heimilisofbeldi, svona lítil og svo hins vegar sjálfsmórspælingin og þar fyrir ég að lesast meira með bara Robin Williams og allt þetta og við höfum talað um hann, sorry, hann er einn af mínum uppáhalds. Já, mér er það æðislu líka, tölum hann. Já, og hann sem sagt, bara það sem maður var að segja, þú veist, fólk sem er ofta að reyna að gleðja hvort annað, það er að reyna að gleðja aðra, er að reyna að gera það út af því að það veit hvernig er að líða illa. Og þannig er í mjög miklum og nánum tengslum með sársaukan inn í sér. Skemmtileg pæling. Og það er svona reynir þú að lyfta upp öðrum í gríni. Til út af því að þú vilt að þeim líði betur og það gefur þér eitthvað og svo leiðis og það er þessi tveir, þú veist, ef þú sér þessa grínara og tala um þunglindi tengt öllu þessu. Mér finnst þess að Jim Carrey hefur líka að tala um þunglindi. Jim Carrey, já, og þú veist, og þetta er ekkert og sér hvernig hann er núna, allt í einu bara svona rólegri, það er bara einn af mínum uppáhaldsmyndum líka, Eternal Sunshine. Rosalega. Og hann í henni, það er engin Jim Carrey. Þetta er ekki eins og túra. Nei, en þetta er það sem við vitum um Jim Carrey núna og hvernig hann er og þegar við horfum á þessi mynd aftur þá sérðu bara hans andlega ferðalegir og við sjáum svo mikið í honum í þessu karakterinn heiti Joel Já, það er rétt. Í Eternal Sunshine og Kate Winslet er líka sjúk í þessar mynd sko. Þau bæði eru bara þetta er bara þessi, já, þetta er top 5 hjá mér, þessi mynd. Sko. Hún líka svo, þetta er sem ég kallar rómantíska mynd. Mér finnst það rómantísk, sko. Hún er það, og náttúrulega, þú veist, sko, rómantík, náttúrulega, er ekki bara fallegt. Nei, en þú veist, það sem ég meina er að þegar fólk hugsa um svona rómansmyndir, þá ertu kannski að hugsa með þessa standardformúlu, mér finnst það er svo leiðilar. Já. Eitthvað svona rómantíska mynd. Það er aldrei á eitthvað svona... Svoleiðismyndir. Já, ertu í sambandi eða? Já, ég er í sambandi, já. Aldrei dregin eitthvað... Nei, það er mjög kærasta mín. Hún elskar helst bara eitthvað horror, sci-fi, heimsendamyndir. Það er ég sem þarf að bara draga hana, hefur ekki að horfa á eitthvað svona aðeins meira rómans. Hefur ekki fáið smá ljósin í húsinu. Ljósin í lífið okkar. Smá. Þessuna og bólurinn. Já, þetta er svolítið mitt líf bara, það kæði svo haklipisa. En innstinni vill Hafstein bara fá... Ég fá fjölbreytileika. Já. Skilur, en mér finnst gaman með Eternal Sunshine. Það er eina af mínum svona rómantískustu myndum. Það er mér finnst bara rosalega vöndu. Já, hvað finnst þið þá eins og rómantískt við hana? Fyrir utan, eða þú veist, er það bara sambandi þeirra? Eða er það tókstræðan í að þarna er eitthvað tvær manneskjur sem að eiga að vera saman? Það sem mér finnst rómantískt við hana er hugmyndur um sálufélaga. Já. Að því myndir hann alltaf fara þau bæði í aðgerð og eyða minningunum sínum. En þrátt fyrir það, eyða minningunum hvort annað. Já. En þrátt fyrir það, þá enda það saman. Já. Skilur, það er eins og lífið sé bara að segja við, nei, þið eigi að vera saman. Þráttur ykkar erfiðleika, þá eru þið sálufélagar og þið verðið að vera saman. Það finnst mér rómantískt. Já, það 100, það er bara, en ég hef aldrei hugsað hana sem rómantíska mynd, en nú ætla ég að horfa á hana og með svona rómantískum hugleiðingum. Já, þú hefur bara hugsað hana svona aðalega sem dramamynd. Eða skilur þú? Já, bara drama, skilur þú? Þetta var ein mynd sem tók mig smá tíma að horfa. Okay. Og þetta ég vissi bara, ég vildi sjá hana. Já. Ég vissi bara, þú veist, að það, þannig ég var bara í hárréttu, þú veist, klárlega drama, en svona, nei, ég hugsaði aldrei, í raun og veru bara sem drama, en líka út að hún var öðruvísi, heldur en aðra myndir sem ég hef séð, bara, þú veist, hvernig í raun og formati á henni var, með þetta, þú veist, hvað segir, flakka á milli raunveruleikans og inn í hausnum á þeim og allt það dæmi, sko. Fara ekki minningarnar og svona. Og
þannig ég hafði aldrei neitt svona stimpil á henni nefnum bara, það var sjúklega góð mynd sem að vakti upp svona sorgmættar tilfinningar hjá mér í rauninni, gott ef ég ekki fengi kannski mögulega tár, sko. Aha, mögulega, sko, mögulega. Manstu hvenær það var í myndinu? Var það í lokin eða? Sko, mér langar að segja það sé þegar hann er að klóra tilbaka þegar þetta er alveg að fara. Já, það er í lokin. Já. Þannig að... Ég fikk gæsa það núna. Já. Já, þú ert að tala þegar hann fatta bara, hann er að eyða öllum minningunum. Og hann langar það ekki. Nei. Og hann bara vill ekki, þetta svona, þú veist, það var góð hugmynd. Já. Nei, þetta var ekki... En þá verður að tala eins meitt í sambandi við þetta, í sambandi við minningar og svona, og í sambandi við sársauka. Þú átt væntanlega einhverja sáran minningar. Það getur verið eitthvað áfull eitthvað. Það eiga allir. Já. Það getur ástarsorg, eitthvað fallið frá sem þekkir alls konar. Myndir svona vilja eyða þeim? Sko, er þetta ekki partur af þér? Verður við ekki að taka sársaukan með hamingjunni, skilur við? Jú, ég persónulega er og þetta mun hljóma aðstæðlega, ég fíla sársaukan. Ég skil hvað áttu við. Mér finnst ekki gaman á hann, ég er búin að lenda í alls konar og bara í kring og bara eins og við öll, skilur við, þú veist, ég bæði, já, bara, þú veist, ég séð alls konar og upplifað alls konar. Skilinn og allt og gert fullt af mistökum og bara fullt af sársauka og fullt af tárum og allt það. Og það er sárt á meðan, en málið er að þetta eins og bara fyrir mig, mér finnst ákveðin sáluhjálp það sem ég geri og ég nýti þetta fyrir mér, eða þess að fyrir mig og það sem ég er að gera, það fer allt í... Leiklistir þess að? Já, bara og ég, þú veist, og það er alveg sárt, en það er eitthvað fallit við það sem kemur. Þú veist, ég verði alveg búinn á því og ég hef nú ekki fengið kannski oft að sýna hérna, held ég. Nei, ekki mikið allavega, en verið einhver svona á leikriti og úti og svona eins. Og það finnst mér nefnilega, sko, talandi svona, þú veist, hvað maður vill gera í leiklist svona, það er svona það sem ég kalla svona fyrir litla leikaran í mér. Þú veist, mér finnst það óslega gaman að gera allt hitt og ég elska það. En svo finnst mér, það er eitthvað svona, ég veit ekki hvort sé eitthvað, kannski er þetta bara eitthvað svona dæmi, sko, að písla eitthvað. Eitthvað masokismi í þér. Já, þú veist, en mér finnst þetta svo þægileg aðeins að vinna með, mín áföll, þannig ég myndi aldrei vilja eyða mínum minningum út, frekar díla við þær og embrace þær út af því að þú veist, ef ekki verið þær, það ætti ekki líka allar fallegu minningarnar. Nei, nákvæmlega. Skilur, bara núna gott dæmi, allt þetta síðasta ár, og þá mann ekki að tala mikið um það. COVID, sér svo. COVID, 2019 var í rauninu bara mun verra ár fyrir mig, persónlega, frábært vinnulega, persónlega var að verra, heldur 2020, það kom leki í húsinu mínu, sem sagt, ég var úti í Noregi, og það opnaði en leiðsla efst uppi, þannig þegar ég kemur tilbaka, þá þarf ég að skipta um allt og það er engi vinna, sjálfsýtingan bílnum fer, þetta gerist, það er vesið með þetta og allir grautur. Gerst allt í einu? Allt í einu bara, og það er bara, og þetta pirraði mig geðveikt mikið, og ég mátti ekki vinna, og ég mátti ekki gera þetta út af því að, þú veist, bara eins og allt var og fyrir alla. Svo kom eitthvað moment hjá mér bara í nóvember, held ég. Ég heyri eitthvað eina setningu sem bara maður getur ekki breytt því sem maður getur ekki breytt. Hún var fallegri sögð. Þá bara eitthvað fatta ég bara að ég er óslega þakklátur fyrir þessar að allt þetta hafi gerst. Þú veist, bara ég lærði svo mikið og þú veist, þegar ég kem heim og ég kem heim inn í heim til mín og það er bara allt í rústi og eða ekki þaki, hvað loftið er hangandi niðri og það er búið að rífa allt af sem betur fer og allt þurrkað, en það er bara allt er fókt og ég get ekki unnið einu sinni. Þannig ég bara sat hann á byggjum klukkutíma að grenja. Já, bara bókstaflega? Já, bara, þú veist, ég bara settist niður og ég var bara fór bara að grenja, eða gráta, kannski fallara, og það ég var bara hvað er það? En svo núna, til dæmis, nú er ég búin að laga allt og gera allt og það finnst mér svo ógeðslega verðmætt og það væri ekki jafn verðmætt ef ég hefði ekki farið ógeðslega langt niður í hináttina og þess svona allt sem er þú veist, það er fínt að maður verði sér ekki alltaf eitthvað saka sárt en er það ekki bara partur af mannlegur? Ég meina, bara lífið er bara svona.
þú veist, það svona, þú þarft bara að fá yin og yang og allt það, skilur, þú þarft að fá rigningu með sólinni fyrir grasið, þú þarft að fá þetta allt, skilur, þú þarft að fá skugga til að hvíla og það bara, þú veist, ég búin að vera að skoða mikið svona, bara eins og Carl Jung og svoleið, sko, með skuggan og það. Og mér finnst það alltaf eiginlega bara því eldri sem ég verð, því meiri sens finnst mér að meika fyrir. Hvað er það skuggi? Skuggin er bara, í rauninu bara dimmasta hliðið. Það meina að bara allir eru með skugga? Við erum allir með skugga og og hans, þannig einfalt þetta ógeðslega mikið. Það er bara því betur sem þú þekkir skuggan þinn. Og við erum öll, getum við ákveðna aðstæður gert hluti sem við viljum ekki gera. Myndum aldrei þora viðurkenna fyrir sjálf okkur að við getum gert það. Og hans meining er bara að því betur sem þú þekkir þessa hliða þér, því betur stjórn hefur hann. Þá ég ætla ekki að nota orðið sníkaru, þá læðust hann ekki upp að þér og nærð þér, út af því að þú ert meðvitaður það. En, og það sem hann er að tala með skuggan í raun og veru, að ef þú ekki veist þetta, þá getur hann læðist að þér á þess að þá ertu ekki meðvitaður það, þá allt í hann að gera eitthvað, og þú þorðir ekki að viðurkenna fyrir sjálfu þér. Eða þú veist, hvað við getum gert, en það getur mannskæðan gert ógeðslegustu hluti. Já. Og þá er ég ekki að tala að þessi allir þar, fattar mig, heldur að við höfum í okkur eitthvað svona dýrslegt sem er bara við ákveðna aðstæður sem triggerast, ef þú ert ekki meðvitaður það. Svona cirkabát. Já. Svona þetta er mjög einfalt af Carl Jung. En þetta er skemmtileg pæling. Og það, þú veist, þannig að ég bara sagði ekki, ég var bara að hlusta, ég var bara sokkin inn í þessa heimsbyggingu hjá þér. Þetta er skemmt, ég hef mjög mikið áhuga á svona líka, mér finnst það áhugavert. En það er kannski ástæðan fyrir, við fyrir aðeins aftur í Eternal Sunshine. Já. Það er kannski ástæðan fyrir að eins og þú sagðir og kom kannski tár hjá þér. Að þú tengdir við þetta að þegar Joel í myndinni fer að sjá eftir að eyða sínum minningum, þessum sáru minningum. Að þetta er bara partur, skilur af okkur. Við getum ekkert eitt. Já, er þetta ekki bara, þú veist, ef ekki fyrir það, þá ert þú ekki þar sem þú ert akkurat þar sem ert, skilju, og bara... Ef þú er ekki gengið um allt þitt, þá kannski væri ekki svona í dag. Það er bara þannig. Skilur við? Það er bara algjörlega, sko. En þá ætla ég að spyrja eina, þetta er heimspekin spurning. Bring it, ég hef svo gaman að því, sko. Ok, hvort trúið þú á, og ég veit þetta er svona einföldun á þessu, en hvort trúið þú á frjálsan vilja eða örlög? Og meðan þú hugsar, það er svona í viftuna eða, það er svo heitt. Þetta var allavega heit spurning, flott vifta. Þetta er mjög góð spurning, sko, það ég er búin að vera flakkað alveg mikið með andlegt ferðalag. Ok, bara þitt persónulega ferðalag? Þitt persónulega, já, eða þitt. Ég er búin að vera flakkað mjög mikið með ferðalagið samstæðis. Finnur fyrir smá vindi núna? Já, minnst það mjög gott. Er þetta ekki þægilegt? Jú, okay. Það er svona, Það er eins og ég var að segja með Óla, þetta er svona hinn hliðin, það er ekki eitthvað nuttastuffið, bara svona gott. Ok, þú er búin að sjálfur í persónulegri svona ferð? Já, eða sko, ég er alltaf svo sem þú veist, ég er alltaf, finnst mér alltaf að skoða sjálfur mig, ég er mjög mikið einn, mér finnst það mjög gott, býð fyrir utan bæinn, mér finnst það ótrúlega gott að vera, þótt að ég sé að vinna við það sem ég er að vinna, elska ég að fá að vera bara einn í friði. Myndur þú segja að vera frekar introvert heldur en extrovert? Intro. Ég kalla mig social loner. Ok. Sérst, mér finnst gaman að fara og sem skemmta mér og elska að fá að vera á sviði og skemmta fólki, dýrka og elska að fá að leika og allt það. Svo dýrka ég að fá fyrir friði, láta símann í burtu og svo bara vera á sölunum eða hlusta tónlist eða hlusta á ljóð eða mikið í Bukowski núna. Ég bara fann nokkur nöfn sem hljóma og slá fel. Ég veit ekkert hvað þetta er, sko. Bukowski? Nei, Charles Bukowski. Hann er svona ljóðskáld, svona, ég held að sé, sálu félag mig. Ég tengi ógeðslega mikið við hann. Ok. En basically, pólsk-amerískur ljóðaskáld sem var mjög drikkfældur og mjög fallegur í hugsun og mæli með honum. Ok. En allavega. Að spurningunni minni. Að spurningunni. Og ég man ekki svona hver var. Jú, örlög eða frjálsvilja. Frjálsvilja eða örlög? Sko, ég er nefnilega trú á bæði. Ég trúi á law of attraction. Og því meira sem ég, aftur, því eldri sem ég verð,
ég er búin að ná uppfylla óslega mikið af mínum drömmum sem ég er bara óavitandi sett fram. Og þannig að ég myndi segja að það sé frjálsu vilji á hugsun sem úr verði ég er að hugsa þetta upp núna, sko. Þú gerir með grillaðan í hausnum bara. Þetta er frjáls vilji sem verður svo seinna að örlögum út af því að þú settir þetta fyrir kannski 10 árum út í kosmosið og þá kemur þú býr til þín eigin örlög. Ok. En það gerist kannski ómeðvitað eins og dæmi mitt, bara ég fór til Vegas 2005 bara að skemmta mér, mjög gaman og þannig er ég að byrja í þessu leiklistar bara svona, þá er ég basically að fá áhuga á leiklist, ég kem ótrúlega sent inn í þetta, ég var bara körfuboltastrákur, hafði engan áhuga á leiklist eða vissi ekki hvað það var basically, horfði á Friends og Spaugstofuna, that's it og svo bara detti inn í og fæ þessa bakteríu bara 5 mínútum og ég er hann út í Vegas og þá er ég byrjaður á þessu að skoða þetta og ég man bara, ég sagði bara, vá, mér langar einhvern tíðan að fá skemmta hérna, ég var einhverju sýningu, mér langar einhvern tíðan að fá skemmta í Vegas, skemmtana bara borg heims. Og svo 2018 fæ ég að vera headliner í Vegas. Nei. Og bara, Það er ekki það. Og það finnst mér, þá fattaði ég bara, já, ok, bara það eru 15 ár síðan, ég hendis út, svo allt í einu kom það. En fínt ef þetta tekið ekki alltaf 15 ár, en en það var bara að skrifa í stjórnundar að þú myndir alltaf headlina í Vegas og á því ári sem þú gerði það 2018, það er ekki? Jú, 2018, ágúst. Þú veist að þetta er rauninni að þessi allt fyrirfram ákveði. Já, ég trú heimsbyggið það. Já, það er svo erfitt, já, út af því að sko þú veist, erum við bara strengjabrúður? Þetta er svo góð spurning, sko. Já, það er alltaf ekki með svarið. Mér finnst gaman að pæla í svona dóti. Mér finnst það mjög gaman, sko, þess vegna er ég reyna að vera svona klár með að koma einhverja lúpa inn og til tengin og þannig að ég hafa eitthvað svar. En þú veist, í enda dagsins höfum við ekkert svar fyrir en bara það veit þetta enginn. Svo er þetta bara einhverjir úlingar þarna einhver uppi að spila tölvuleiki, SimCity eitthvað, human version. Já, svona svo simulation theory, að við séum bara í einhverjum Matrix heimi. Já. Nei, ég ætla að segja að það er rétt hjá þér, þetta er svo gott. Ég ætla að halda mig við að þetta er hérna frjálsvilji sem úrverður örlög. Þú hefur eitthvað að segja með það. Og hvort er þægilegur hugsun? Hvort er þægilegur fyrir þig að hugsa til þess að þú stjórnar þínu lífi eða að það er eitthvað annað sem stjórnar þínu lífi? Hvort er það Guð eða bara örlög eða líf eða skilur hvað við? Ég held, sko, og það er vísu gott að orða þetta svona. Ég held nefnilega ég held fyrir mig að ef ég hugsa bara að þetta er bara svona að þá finnst mér að vera ákveðið cop-out fyrir mig að þá get ég lift mér að vera bara, þú veist, þetta á bara að vera svona ég nenni ekki að gera neitt. Já, bara það er búið ákvæmt fyrir mig. Ég veit ekki að ákvæmt ég að reyna eitthvað á mig ef ég hef ekki en kannski er það eins og þú sagðir the loophole í þessu, svo kannski vera að trikka mann til að hugsa þannig. En ég held að þannig að þú veist, að trúa á, eða sko, fyrir mig að trúa bara örlög þó ég tengi þetta tvent ólíkt law of attraction og örlög en að trúa bara örlög að þessi allt fyrirfram ákveð þá finnst mér að vera ákveð svona eins og ég sé þá bara taka ábyrgðina af mínum ákveðunum og þar lendi ekki ábyrgur gjörða minna þú veist, í að velja og hafna og þessar. Þannig ég ætla að segja að það er auðveldari optionið og ég vel að velja að ég ber ábyrgð á mínu shiti. Má ég segja shit? Þú mátt segja svo vilt. Yes! Eins og fokkur upp á svolmið, ég er alltaf að segja það eins og þetta. Já. Ok, þannig að þið finnst hvaða merkingu hefur þú orðið í fokk? Hvað? Hvaða merkingu hefur þú orðið í orðið fokk? Af hverju fíla ég orðið? Nei, tjók. Ég ætla að fara að svara þessu. Já, hvaða merkingu? Nei, það er upp á svolmið mitt. Ástæður upp á svolmið mitt. Það er bara að gera svo mikið með það. Það getur þýtt alls konar, skilur við. Já. Ég get sagt, ég ætla að fokka þér upp. Það er ég ætla að berja þér, skilur við. Já, fokka þér, það er annars, skilur við. Lítur ekki illa út, ég eitthvað að benda á þig og segja þetta. Mér finnst það skemmtilegt orð. En já, mér finnst það áhverð pæling. Svona frjálsvilji og alveg eitthvað svona. En er ekki alveg að hugsa svolítið bæði eins og þú kannski var svolítið að koma inn á. Að ég velt svolítið fyrir mér. Og ég trúi að þetta sé svolítið svona fyrirfram ákveði. Já.
en ég bara ábyrgð þess að ég geri og þó ég trúi á kannski ykkur örlög, það þýðir ekki, ég get bara setja heima á rassinum og bara lífið sé bara með það. Já, þá ertu með ákvað accountability fyrir þetta. Ég er mikill stuðningsmaður sjálfsábyrgðar. Já, sko, já, þetta er nefnilega mjög góð spurning, sko. Og eiginlega ekki hægt að finna. Ég er nefnilega ástæður, mér er gana að pæla í þessu, þegar ég hugsa tilbaka í mínu lífi. Ég kannski lendi í eitthvað, það er eitthvað áfall. Svo finnst mér einhvern veginn svo lífið, svolítið svona stýrir manni. Ég fæða stundum tilfinninguna og ég bara, wow, ég hugsa kannski tilbaka. Og ég kannski tók ekki eftir þessu þá. En svo bara, wow, ég einhvern veginn, þetta er kannski þessi manneski komin í mitt líf á þessum tímapunkti þegar ég þurfti á hann að halda. Skilur, hvað er það? Sko, það er bara, ég er mjög sammála þessu. Út af því að þessi upplifun, af hverju hittir maður fólk og hvenær fer það og allt það og kennslan sem að kennir okkur og er það rétt? Kennslan sem að kennir. Leksíðnar sem að þessar manneski kenna okkur og bara hvað maður finnur og hvernig leiðin tekur okkur. Þú veist, eins og hefur spáð í þessu law of attraction. Hvað er það nákvæmlega? Það er raunur bara, þú veist, það er svo grunnt hjá mér, sko. Hvað er með einfald útgáfa? Einfald útgáfa er, þú vilt að eitthvað gerist, þú trúir að það gerist og þú hendur út í kosmosuð og þú trúir að það muni gerast og í raunur að það sé þegar gert, eða að það sé orðið, en það bara finna leiðina til þín. Er það svipað á The Secret? Í raun og veru, þetta er bara nýtt orð kannski yfir Secret, skilur við. Þetta er bara að þú setur eitthvað út í heiminn og það kemur tilbaka. Og ég trúi dálítið svona, þú veist, að hugurinn okkar er ákveðin segull, bara, þú veist. Þetta er bara orkan sem þú lætur frá þér dreguna til þín, skilur við. Ef þú hefur tekið eftir því meira sem þú ert að vinna eða gera eitthvað gaman, yfirleitt bara verður óslega mikið. Þú veist, eins og fyrir mig persónulega þá... Hvernig þá mikið? Hvað mennur þú? Bara, þú veist, annarkvort er kannski ekkert að gera hjá mér. Já, það er bara brjálað. Það er ógeðslega mikið að gera. Og svo er bara engin millivöður einhvern veginn. Nei. Og maður er alltaf að reyna að finna. Og það held ég bara út af því að þá er ég bara í því ástandi. Og ég bara kalla á. Og þá held ég að það komi. En það tengist inn á þetta held ég örlagadæmi að sitja ekki árasinum. Út af því að þetta þarnast, tala ég eins og þetta sé einhver vísindi. Þetta lætur mér líða vel og hjálpa mér allan að sækja mína drauma. Datt ég út. Sækja þína drauma? Já, er þetta ekki þetta er svo lög? Jú, þetta eru bara lög og þeir tala þetta bara sem lög og orka sem þú setur út og þú færir hann tilbaka. Þú hugsa karma. Skilur, ég trú á karma. Já, og karma er bara þarf ekki að vera vont. Nei. Karma þýrur bara, það er bara viðbröð við þínum gjörðum. Já, ég skil. Já, það er líka gott, bara gott karma. Ég er líka alveg að hugsa þessu gott. Já. Gott karma. Já. Já. Og þetta er sama hugsun, myndi ég segja. Þú veist, nema hvað, þetta er kannski bara einhver viðbröð, en þetta gerist út af því að þú hendur einhverju út þarna í heiminn. Eitthvað vont eða gott eða hvað sem það er. Þannig að þú vilt þá meina ef þú fari kannski hlutverk í einhverju bíómynd, þá var það kannski að þú vildir fá hlutverk í ákveðinu bíómynd, fyrir ekki að það sé eitthvað svona fyrirfram ákveð að þú hefur alltaf endað í þessari bíómynd. Já, mér finnst það allavega gott fyrir mig að hugsa, verandi í þessum frílans heimi, að það hvetur mann áfram að vera að vinna að, þú veist, þá ert þú að sækja það, skilur. Þá ert þú að áfram... Þú þarfst að gera eitthvað. Þú ert að gera eitthvað til að fá það, ekki bara sitja og bíða. Nei. Það er svona, já. Ég er 100% samanlegar, en þá ætlum ég líka að spyrja, nú er komið aðra spurning sem líka er við. Ég fíla þetta. Ég er svo ánægður að fara með frá bíómyndum. Við höfum þetta að fara aftur í það líka. Þú ert ekki sloppinn, sko. En mér finnst mjög... Hvað finnst þér hunda? Nei. Ég er meiri kattamæður svona. Já, katt. Já, kattamæður líka. Rjóma. Gekkjar. Það heitir Rjómi. Já. Rjómi? Já, krakkarnir fekk að velja. Það er geggja kattan. Alveg hvítur. Ok. Já. Trúur á framhaldslíf? Herðu. Í einhverju mynd? Já. Ok. En þú er samt útskriðað þess nánu, þú getur ekki sagt bara já. Já. Nei. Hvernig framhaldslíf trúur á? Ég er búin að flakka svona með alls konar svona bara eins og við gerum öll, skiljum. Það er bara, það gerist eitthvað í lífininu og
og þú velur að responda á það hvernig, þú veist, bara hugsunin þín og sjálfskoðun í því mómenti endurspeglar hvað í gangi í lífinu og þannig ég búin að fara alveg upp og niður í að vera, þú veist, trúa ekkert og allt þetta og trúa og bæði trúa á Guð og trúa á orku og þannig ég núna svona trúa á orku og hefur mér fundist fallegt að hugsa til þess að í raun og þessu tilviki aðalega afa mínir út af því að amma mínir nú ennþá á lífi og ein eftir einn afar mínir og amma og bara fólki mitt sem farið mér finnst eitthvað fallegt við það og ég vel að trúa það að það sé sama í hvað formi það að það eitthvað sem passar það stundum gerast ótrúlega hlutir finnst mér sem bjarga einhverju eða íta menn í einhver átt eða eitthvað sem getur verið örlegin eða hvað það kannski smá sama hátt svarið en að þá allan segi ég við sjálf þú veist, ég segi alveg bara ég ætti að koma út þessu eitthvað kúkís ég segi alveg bara takka ég segi alveg bara, þú veist, bara nú ætti að mér smá hjálp bara, þú veist, og eða þú bara, hei, takk fyrir þetta og það minnst ég hafa verið óslega heppinn í öllu sem ég hef í raun og veru, þú veist, ég bara með lífið mitt í raun og veru, þótt ég hef lent í alls konar og þú veist, alls konar shiti, að þá einhvern veginn, hvernig hugurinn minn með það, og þú veist, og ég held að það sé einhver hjálp, en mér finnst allan fallegt að trúa það, og að handan? Já, að sé eitthvað, já, ég bara núna síðasta ég held síðustu 1,5 ár ég búin að vera að tala sérst, í raun og veru að við förum heim þegar maður deyr? Já. Nefnir það fullt af fólki sem hefur átt svona eitthvað near death experience já. Þau segja að tilfengin sé í rauninni eins og maður sé komin heim já, mér finnst það einhvern veginn bara þannig að okkur það hallast þetta að segja þetta það er náttúrulega ekkert hallarslegt en bara einhvern veginn þegar maður segir það eitthvað þú veist, ég að hitta þið fyrir skipti ég vil tala ekki svona djúpt við Nei, en ég er ekki dómharður. Nei, ég bara svo lítið dómharður. Já, en þetta finnst mér, þú veist, við erum búin að, krakkarnir mínir lentu í smá að það dó einn köttur, svo dó hamstur, svo fenguði annar hamstur, það voru þetta ekki fyndið, en fenguði annar hamstur og hann var svo lítill, hann slapp ekki hann búri og dó fyrstu nóttina. Þannig að koma alveg svona tíma, þetta var ekki fyndið, þetta var sorglegt, eða bara fyndið moment, eða sérst, ég skil það er enginn að segja að þú sett að hlæja þegar eitthvað dýr deyr. Nei, en þá einhvern veginn bara, þú veist, þá voru þau kynnast sorg. Kynnast svolítið dauðanum. Kynnast dauðanum, í gegnum, þú veist, bara hennar kött og svo 2 hamstra og þá byrjaði ég að nota þetta, bara, þeir voru bara þurfti að kalla á heim. Bara til að einhvern veginn að falleri hugsun og svo fór ég að tilenga mér þessar hugsun sjálfur bara. Eftir sem að kannski eldist og foreldrar mann eldast og komið í rosa þú veist, og allt í hennu var ég bara eitthvað svona herði, ok, shit, bara mamma mín og pappi eru gamalt fólk og það er ekkert sjálfsagt að hvað þau verða, þú veist, hversu gömul þau verða. Þá allt í hennu bara var ég svona lítill í mér, eða ekki lítill, bara svona að hugsa þetta og þá finnst mér eitthvað fallir að tala þetta allavega, sem bara, það var að kalla okkur heim og út frá því byrja bara, já ok, það er kannski bara einhver að passa mann eða þú veist, og langt svar við einfaldri spurningu sem ég gat svara bara með já. Já, það er svo leiðilegt. Það er ekki gáðan að segja bara, já, svo ekkert með það. Mér finnst þetta að vera með já-nei podcasti. Og svona leiðilega þáttur. Er húsið gult eða rautt? Já. Mér finnst áhugur pæling. Trúið þú á? 100%. Já. En ég myndi, nú spyr ég þig að þessu, ef þú veist að, nei, við bara, ég held að maður bara degi, við verðum bara mold dött. Ég hef ekkert sett út á það, að ég get ekkert sanna það að þetta sé eitthvað rámt hjá þér. Men sko, ég já, bara, þú veist, ég tel alveg, við verðum hluti af jörðinni, skilur bara þetta klísjan, skilur af jörði ertu komin og jörði skaltu verða og það. En þú samt vilt meina það að þessi eitthvað... Já, þú veist, það var ekki myndin, smá backtrack, þar finnst mér mjög góð mynd. 7 grams, eða ekki, nei, hvað heitir hún?
með Will Smith. Hittir hann ekki 7 pounds? Jú, Er það röglega? 7 pounds. Ég sá hann aldrei, en fyrir ekki að hitta eitthvað fólk og eitthvað hjálpa þeim og eitthvað. Jú, en sem sagt, já, mér finnst það mjög góð, sko. Og þá held ég að einhver staðar, þetta er náttúrulega alls ekki verified, sko, eða neitt svoleiðis, en ég potti þetta bull eitthvað, en að sálin, þegar við deyjum, það er einhver smá munur og þyngd eitthvað, þú veist, og þá hafði verið að tala um einmitt, eitthvað sáli, tengist eitthvað sálinni. En þessi mynd aftur á móti, þú veist, já, hann fer hann verður valdur af, ég rópaði, sorry. Ég get lækkað í þér og kötta bara kamerun á mig, þá sér enginn þú rópaði. Já, ég gleymi þar. Það er svona gleymaði vídeo. Þetta grínast. Ok. Ég ætla að vera svona betur en þetta er interesting sem þú varst að segja, Hafsteinn. Það er ótrúlega skemmtileg pæling. Nei. Varstu búin að fatta? Ég vissi það, svo bara glemdi ég. Það er svo skemmtilegt samtal. Já, svo djúpt. Já, það sem hann er að gera er basically, hann verður valdur af bílsleysi sem að verður 7 mannesku sem að deyja og hann fer og finnur 7 mannesku til að bjarga með sínum. Já, þess að mynda eitthvað jafnvægi. Mynda jafnvægi, já. Og þaðan kemur bara, þú veist, þessi pæling með sálina eða hvort það sé eitthvað, það er einhver orka nú, því þú veist, við erum ekki bara, þú veist, vöfðar og bein og skinn og allt þetta, skilur. Ég trú á sál. Já, þú veist, en það var alveg tíma sem ég held ég kannski allt trú á sál. Sérstaklega sálina Sjónsmís. Hvað er lélegt? Þetta er lélegt, já. En ég minna, ef þú trúir á sál, er það ekki eðlilegt að þú trúir einmitt á, veist, er það trú á sett með sál, en trúir ekki neitt framhaldið? Það er kannski skrítið ekki. Það var svolítið skrítið. En meina, þú veist, þú hefur lent í að tala við krakka sem eru bara, já, gömul þau eru, svo talar við sama aldur og það er bara 100 ára gömul manneskja í þeir, þú veist. Að tala um gamla sál? Já, bara gamla sál, skilur, þú veist að það hlýtur bara að vera, er það ekki karma, eða nirvana sem eru 7 þrep. Er það ekki 7, alveg örugglega? 1, 2, 7. Já. 7 þrep af existence til að ná nirvana. Já, það er toppurinn, ekki? Já, það er toppurinn, en þú þurfur að fara að gera 7 lífscycles. Ok. Og miðað við gáðuna mínar, þá er ég kannski á svona 0,5 eða eitthvað. Þú veist ekki eins og hvernig fyrsta þrepi? Nei. Ég er bara svona break. En hvað finnst þér að eins og ég persónulega trú á endurólgun? Þannig ég er kannski meira kúki en þú. Hvað finnst þér þá pælingu? Að þú fæðist bara eftir? Mér finnst það skemmtilegt. Sérstaklega út af því að mér finnst gaman þegar mann er að bæta sig. Þú veist, bara þetta element af að þú vilt vera betri hvern dag og bara fyrir sjálfa þig. Þá gefur þetta bara, þetta gefur okkur bara þá trúum að, ok, ég get gert betur næst og fyrsta stuttmynd sem ég er í tengist þessu, að vísu. Ok. Og hún er ekkert eitthvað frábært, bara fyrsta sem ég geri á henni fyrir skóla og allt þetta og bara. Er hún á YouTube? Hún er mögulega einhverstaðar á Vimeo? Mögulega. Eða gæti að vera sér búin að taka niður. Hann gerði svo lengri handrit sem aldrei varð svo. Ok. Og þetta var bara of stór mynd og bara fyrir svona lítið. Of metnaðarfullt. Já, eða sko handrit er bara of stórt. Það þurfti að vera stórt handrit. Og þetta er alveg svona smá, ég myndi alltaf vilja fá að leika þetta hlutverk í rauninu. Ok. En þetta í grunninn þetta er þess að Íslendingur sem býr í Hollandi og var í kvikmyndanámi, kom til Íslands og tók upp og þetta er 2005. Já, bara allt er að gerast hjá mér. Og það er með mitt bara, það er maður og kona sem eru bundin saman örlögum. Þannig þegar þau deyja, þau get ekki átt barn og þau þurfa alltaf að deyja og það er alltaf sorgin, barni alltaf deyr og þau finna alltaf hvort annað en á mismunandi stigum í lífinu. Þannig þau ná aldrei í raun og veru að vera saman. Þetta er ekki vel útskýrt hjá mig. Til að senda það fax. Já, ég ætla að spyrja þess út í það. Verður hún ófrísk? Já, hún verður alltaf ófrísk. Þannig að þau geta eignast barnið, en það deyr? Það deyr alltaf. Já, ok. Og þá barnið þarf að deyja til þau geti átt saman líf.
í rauninu. Þannig að það einhver, hérna, þetta rosalega, ég þarf að lesa þetta aftur, en þetta þau finna hvort annað á ákveðnum tímapunktum í sínu lífi. Sérst, þau kynnast aldrei strax. Hann hérna og hún þarna eða öfugt. Og þannig en bara sálirnar þeirra leitast alltaf að bara eins og plús og mínus í hérna segur ómun. Ok, ég skilur, þannig að þau eru, þetta er meant to be. Já, þetta er meant to be, en það er alltaf sorgin sem tengir þau. Það þarf alltaf að vera þessi fórn. Já, og eins og í myndinni þarna þá þarf hann að gera, út af því barnið er ekki þú veist, til að þau nái að klára þetta líf, þá þarf hann ekki í þessari stuttmynd heldur í löngu, í raun og veru að fara og þegar barnið verður of gamalt. Þá þarf hann að... Það hljómar áhverð. Já, þetta er, þú veist, mér finnst þetta geggja, sko. Já. En þetta... Þetta er cool hugmynd. Þetta er hérna, já, og þú veist, ég var að lesa handriti. Já, hérna, ég var ekki að til ámjóks. En hann er búinn að gera þetta bók líka núna. Sérst, hann býr bara í Hollandi. Já, er búinn að gefa þessu bók? Já, hann gaf hann út á einhverju, held ég. Okay. Einhver svona rafbók, skar en að finna. Ég er svo hrifinn af blaðsjö. Já, ég sammála. Pappír. Ekki það ég má alveg vera duglegri að lesa, sko. En ég er alveg sammála. Mér finnst ógeðslega erfitt að lesa handrit á skjá. Það er ekki eins. Það er bara eitthvað, getur ekki krotað. Ég vil bara finna svona áþreifanleika að finna fyrir blaðsjónum. En finnst þér ekki að hafa komið smá tilbaka líka? Þú veist, það var eins og þetta væri alltaf fara. Þú veist, bara bækur og allt, þessi tilfinning út að við vorum með Amazon Kindle og allt þetta. Og iPad. Og allir voru með þetta. En finnst þér ekki, þú sjá núna, ofta er bara fólk actually með bækur. Eða... Ég veit það ekki. Mér finnst bara svo rosa margir bara eitthvað að lesa eitthvað í símanum, Kindle. Ég er nefnilega ekki þar. Ég kaupi bækur, sko. Ertu duglegur að lesa? Ég mætti vera duglegur, því mér finnst mjög gaman að lesa, en ég les rosa mikið að teiknumsum. Já. Það var ég ekki að tala um Tinna, skilur. Ég er að tala um... Þetta dæma, ok. Þetta var rosalega, þetta var fordóma. Ég las alltaf Tinnabækuna yfir yngri. Já, ok. En það er sumir sem halda teiknumsum sé bara... Já, eitthvað barnadót. Þetta er alls konar svoleiðis teiknumsur. En ég er aðeins betri að lesa aftur bækur, því ég gerði svona mikið að því ég var yngri. Mér finnst það mjög gaman, sko. Ég nefnilega var mjög duglegur þegar ég var bara í skóla, en svo bara einhvern veginn er ég bara ógeðslega lélegur. En ég kaup alltaf einu og eina. Þykist alltaf að lesa hana? Já. Svo er hann á náttborðinu. 2 ár. Já, í plastinu. Svo gef ég hann bara jólagjöf. Það var geggja fínt, sko. Ég held, þú ert örgulega að djóka, en ég held samt að þú hafa gert það. Ég gef hann jólagjöf. Ég hef ekki gert það. En ég er með 2 bækur í plastinu sem ég keypti, ég ætla bara að lesa þetta. Fór og keypti þetta. Svo bara var ég núna að gramsa niður hjá mér. Og það bara var hún innplöstuð. En það er eitthvað við það að lesa. Að ég elskar bíómyndir, ég elskar þætti og allt þetta. Það er eitthvað sem ég fæ út í að lesa sem ég fæ ekki út í að horfa á sjónvarp. Hvað finnst þér, eins og með þetta, hvað finnst þér nefnilega með að, ég má líka spyrja þig eða ekki? Jú, þetta er spjall. Jú, yes. Við erum að spjall virkað þannig að það fara á tilbaka, skilur. Eða þú veist, meðist það skemmtilegast. Það er bara, já. Hvað finnst þér, þú veist, þegar þú ferð á mynd sem er búin að lesa bókina, verður alltaf fyrir vonbrigðum? Nei. Ert þú meðvitaður náttúrulega að gera alhæfingu, að myndin í raun og veru getur ekki uppfyllt þína væntingar nema að hún sé mjög nálægt það sem þú sást í hausnum. Og þegar við lesum bækur, þá náttúrulega ert þú leikstjórinn og þú ert að spinna allt og þú ert með karakterina. En svo náttúrulega leikstjórinn á myndinni er með sína sín. Og það er ekkert út af við erum öll bara með mismunandi bakgrunn og sín og alltaf bara mismunandi visual palettu. Það les engin bók eins. En les engin bók eins. Þess vegna, þú veist, þannig að mín kenning er svona, ef þú ert meðvitar þennan eilika, þá er erfiðar að vera fyrir vonbrigðum. En ef þú heldur að bókin náttúrulega er eins og þú sást hana, og þá verður alltaf verið vonbrigðum út af því að þú varst ekki búið til myndina. Ég ger ekki næðan sérstaklega kröfur. Ef ég er búin að lesa ykkur á bók, svo sé ég mynd sem ég gerði eftir bókinni, ég er ekkert eitthvað, þessi leikar lítur ekki út eins og ég held að myndi lítur út, eða þetta er sem gerir bla bla, eitthvað svona. Ég er alltaf bara á því að myndin það bara standa fyrir sínu, þetta er allt fyrir þessu form. Og ég held með þess að það er ein mynd sem þú potið séð, Braveheart. Já.
hún ekki gerð til bók, en hún byggð á sannri sögu. Já. En hún var rosa mikið gagnrýnd fyrir það, af því hún ekki eins og sagan. Já. Skilurðu. Margt sem gerist í myndinni sem gerist ekki í alvörinni og eitthvað svoleiðis. Það verður aldrei truflað mig, af því fyrst að þetta ekki heimildamynd. Já. Og ég bara að kvikmyndin virki. Og mér finnst hún svínvirka sem bíómynd. Þannig að þú ert að taka okkur á bók, og þú, eins og með tökum bara Shawshank Redemption, einn frægasta mynd allar tíma. Ég er ekki búin að lesa bókina. Ég er ekki búin að sjá myndina. Ég er búin að sjá hana. Já, þú lítur að búin að sjá hana, ekki? Shawshank. Já, frábær mynd. Sá hún í fyrra fyrst? Nei, alltaf ógeðslega sitt. Alltaf getur sitt. En eins og með þá mynd, frábær mynd, það getur vel ef ég lesi bókina, þetta er allt öðruvísi, en það ekki að taka það af að myndin er frábær. Já. Skilurðu. En eins og þú, ég meina, ert þú þannig þegar þú lest okkur á bók, sem kannski gerist ekki oft, horfur okkur á bók í plastinu, myndaðir eitthvað að skoða. Ég er búin að lesa aftan á, ég bara, já, Arnaldur Indriða, það er dálítið flott, ég hef heyrt eitthvað. En það er ósanngjarnt gagnvart kvikmynda gerða mönnunum að ætlast til þess að þeir gerir bara nákvæmlega söguna sem þú sást fyrir. Já, það er bara óraunhæft og ég mitt sko, það sem að mér finnst nefnilega svo gott og fallegt er bara þegar við bara leifum okkur að trúa heiminum sem er í myndinni. Það er bara sannleikurinn á þessum 90 mínútum eða 180 mínútum eins og Braveheart. Sannleikurinn í myndinni er bara þessi heimur. Þú veist, kaupir heiminn? Já, þú veist, bara kaupi heiminn og svo náttúrulega bara ef ég fíl ekki myndina, ef það er einhver mynd sem ég fíl ekki og mér finnst, þú veist, auðvitað læðast einn bara, þetta væri aldrei svona. En ég held ég sé alltaf að vera betri að kötta út einhvers konar svona... Tengingu? Já, bara einhvers konar svona gagnrýna hugsun út frá einhverju sem að ég veit ég ekki að fara að horfa á eitthvað historically, þú veist, accurate eða eftir mínum haus eða eitthvað svoleiðis. Þá er ég bara, eins og þú segir, bara virkar heimurinn fyrir það sem þú ert að gera og þá er það bara fallegt og gott og svo bara fíla ég myndina, fíla ég efni og svo framvegis. Það er að, þú veist, ég er alveg þannig að, þú veist, á einhver tímapunkti var ég ábyggilega ógeðslega leiðilegur. Skilurðu? Þú persónulega? Já, það er mjög sjaldan. Spurði bara fyrirhundu konu mín. Nei, já. Nei, því já, þú veist, það verður bara ekki, af hverju er þetta svona, af hverju er þetta svona, þetta meikar ekki sens. Þú veist, að taka, sem bara gott dæmi, bara að taka James Bond sem bara svona er þetta í alvörunni. Í staðið fyrir bara að trúa á þennan mann sem er búin að vera til í 50 ára eða hvað sem er búið að vera... Meira. Já, hvernig byrja 60 eða? Sko, fyrsta Bondmyndin? Já. 62. Wow, það er alveg 7 eða eitthvað. Mjög góður starffræði. Ég líka, frábæri. Hann breytaði kostunum við 83 kynslóðuna. Mjög góður starffræðingar. Nei, eða skilur, þú veist, þannig ég tel mig vera orðin betri að horfa bara á fyrir það sem aðgreina verkin í rauninni eða svona. Já, aðgreina verkin og bara eins og þú veist, bara bókin er aldrei það sem að þetta er. Þetta var allt þessi form. Þetta var allt annað form. Ég bara sama dæmi, skilur, þú veist, bara sjónvarpsþáttur og bíómynd. Skilur, þú veist, sitcom og svo, ég sagði þetta, ekki alveg nóg hallega. Sitcom? Já, ég sagði, já. Það eru sitcom? Já, hérna. Ég heiti sitcom. Gott, sitcom. Situational comedy. Situational comedy með áhörður, þú veist, ég kann bara meta það fyrir það sem það er og svo aftur á móti segjum bara Arrested Development. Bæði grín, eitt finnst mér sko 1000 sinnum betra en ég get alveg verið í þannig ástandi að ég kann að meta þú veist, léttmetið, formið, já. Út af því að þú veist, þótt þetta sé allt tekið með kameru, þá er formið bara, þú veist, á þessu, svo mismunandi, skilur við. Allt öðru sig. Og bara, og leifa því bara, þú veist, að láta mína dómgrind ekki, hvað sem kláta að skýja yfir allt annað og missa þá mögulega af einhverju, þú veist, eins og segja, við erum öll alls konar. Og þú veist, og mér finnst gaman að horfa á eitthvað, þú veist, quote on quote drasl. Svo finnst mér ógeðslega gaman að horfa á eitthvað algjör snilt. Þú veist, bara... Sammála. Og ef að ég fer alltaf að dæma út frá bara eitthvað að þetta er kvikmyndalega ógeðslega fínt og ógeðslega, segjum bara, gott svona festivala, þú veist, fagurfræðin og allt einhvern veginn er bara upp á 100 og svoleiðis. Það sé ekki þetta hinn heila í sannleikur í
afþreyingarefni, og þetta í enda dagsins allt saman afþreyingarefni, og stundum ég tilbúin í eitthvað ógeðslega þungt, eins og segja, þú veist, tekur stundum tíma, og stundum, þú veist, eins og hangover til dæmis. Ég hætti við að fara í bíó held í 2 sinnum á hana, og það var einhver pirringur í mér, og þá var ég bara, nei, ég vil ekki skemma. Að þú vissi að þetta var grínmynd? Ég vissi að þetta var grínmynd, og ég vil bara vera í glöðu skapi, eða vera komin þanga, eða að það sé ekki, ég vil ekki að ég sé að skemma það sem ég að fara að fá að sjá. Ef það meikar einhvern sens. Já, ég skil hvað þau, menn það er eins með mig, ég kannski veit af einhverju mynd, að ég svona genre-gaur, mér finnst gaman að horfa á hryllismyndir, hasamyndir, sci-fi, eitthvað svona. En ég hef alltaf sagt, ég ætla að bera þetta undir þig, persónulega, ég hef alltaf sagt, bíómyndir verða að vera skemmtilegar. Og þess að ég meina með því, ég er ekki að segja að þau eru að brandar öll myndum með eitthvað brjálu hasaradri, þetta verður að vera skemmtilegt. Og hvernig næma því fram, góða karakterar, gott drama, gott konflikt, þetta finnst mér eiga að vera í öllum bíómyndum. Alveg sem hvernig hvort sér að gera varúlamynd eða perioddrama. 100% sammála þessu, sko. Ertu sammála þessu að þetta verður að vera skemmtilegt? Jú, bara þetta verður að vera, eða sko, ég ætla að segja já og nei. Ég ætla að vera geggja dipló. Nei, sem sagt, ég er ekki sammála því á þann hátt að ef að einhverjum öðrum finnst þetta geggjað, að það sé bara, þú veist, segjum bara beinlína og bara dauði og drungi yfir öllu og það er ekki eitt brosmoment eða skemmtileg moment. Ef það er sem hún fílar, þá finnst mér að geggja og það á rétt á sér. Bara yndislegt fyrir mig persónulega eftir móti er ég mjög sammálaður. Út af því að það er svo fallegt í eins og bara datt inn í hausinn minn, 1 Hour Photo. Það er mjög þung mynd, en hún er skemmtileg og það eru létt moment og falleg moment í þessari ljótu mynd. Og myndin væri aldrei svona geggjuð ef hún væri ekki með þau element í þessum drunga. Því að það er oft bara, þú veist, klísjan, skilur, þú veist, við þurfum myrkur til að sjá ljós, skilur, og á móti kemur, þú veist, þá þurfum við kannski ljós til að sjá, nei, meika þetta senast, þurfum að sjá ljós til að sjá myrkur. Ég skil þig. Ég skil mig allavega, en ég er oft mjög óskiljanlegur, það gleði mig. Það er ég fæ oft, sko, ég er að vanda mig, sko, ég fæ mjög oft, mjög lélegur að skrifa. Sérst, út af leti. Þannig ég skilst, ég hugsi stikkorðum og það kemur oft bara út, bara digg. Svo er ég stundum byrjar á setningu inn í mér, klára hana utan, eða sett út um mér. Ég er reyndar lent í því líka. Og ég bara, herðu, ekki, svo fara hana hvert? Ég var að segja, nei já, inn í hausnum. Ég var að hugsa það, þú vissir það ekki. Og svo stundum byrjaði og klára inn í hausnum. Og það er rosalega gott að eiga. Ég held ég var reyndar aldrei lent í því. Nei, það er Hættir það bara að tala? Já, svo bara. Og þetta skapar enga misskilning. Nei. Eða enga konflikt. Nei, en það er... Skemmtanagildi í bíómyndum. Skemmtanagildi. Er það must? Já, algjörlega, skilur. Og þess vegna, eins og fyrir mig, að þá verði ég að horfa á... Þú veist, þess vegna vil ég ekki horfa á eitthvað dót ef ég er bara ekki í þannig stuði. Og það sem ég hef verið að gera núna, aftur bara, þetta er búið svo mikið svona gott ár upp á svo marga hluti. Ég hef farið viljandi núna, ég skil síma minn alltaf frá, ef ég er frá að horfa eitthvað sem að mér langar virkilega að horfa á, þá kemur síminn aldrei með mér, ekki neitt annað. Út af því að það er eitt af því sem að, þú veist, maður tók eftir að byrja að læðast upp. Síminn er alltaf, þú ert að horfa eitthvað geggjað, en bara þetta vana áttu fann að taka og þú fann að skemma upplifununa á. Ég gera aldrei. Þú ert ekki, já. Nei, ég tek þetta svo alvarlega. En það er svo gott, sko, ég er farin út af því að allt í einu verður upplifunin mikið skemmtilegar aftur. Þú veist, í staðan fyrir að maður dettur hérna inni og er eitthvað að skoða eitthvað samtidig fíla myndina, en allt í einu bara nægi ekki nema bara 80%. Þannig ég fann að skila þessu og þetta var alveg útötur, en já, þú veist, bara þannig að ef að myndin heldur þér ekki með eitt skjá og svo skemmtileg, og þú veist, sko, það er eitt moment, sorry, það er eitt moment horfður á Afterlife, ég veit það ekki bíó,
með Ricky Gervais og sjá þættina hans nýju. Já, ég á reyndar að klára sér 2. En mér finnst það frábærir. Já, það finnst mér dæmi þú veist, fallegir þættir, þú veist, finnir, það er rosa mikið hjarta og stundum kannski bara alveg meira sannasti og mikið ef eitthvað en þar er eitt moment í þættinu sem ég hef aldrei lent í áður í seríu 2 og það er ákveðin brandari sem bara náði mér svo ógeðslega mikið og ég hló og var farin að gráta sérst af hlátri nema hvað svo dettur bara eitthvað, þú veist, 5 sekúndur seinna í ógeðslega sorglegt moment og allt í einu kemur kökkur ofan í hláturinn þannig ég fer að gráta í hláturinnum, þannig ég er að grenja og hlæja og gleðitár og sorgatár á sama momenti og það finnst mér magnað og þetta er bara eitthvað svona, það er bara eitthvað þá sem ég mun 7.13 ekki gleyma út af því að þetta var eitthvað svona fyrsta skipti og það var bara út af því að, eins og ég segir, það varð að vera skemmtilegt en það verður líka að vera, þú veist, eitthvað hjarta. Það verður að vera eitthvað, hvað kallast þetta, ég er svo lélegur með svona fancy heiti, svona redemption. Eða, þú veist, það þarf að vera eitthvað svona mannlegur, þóttu sér kaldur karakter, það verður að vera eitthvað fallegt við hann. Þú verður að geta haldið með vondakallinum til að sé... Þetta má ekki vera svart og hvít. Þetta má ekki vera svart og hvít, út af því lífið er grátt. Þannig er fólk. Já. Og þarna náði þetta mér bara, þú veist, þessi báðir pólar og þetta kemur grátur og hlátur frá sama stað, bara sami peningur, bara mismunandi hlið og þetta náði mér bara einhvern veginn á þessu mómenti, þetta var svo geggjað og þetta var meira svo vont út af því að klökkurinn kom inn í hláturkastið en þú veist, þá er þetta búið að ná sínu takmarki, hlýtur að vera, búið að vekja þessa tilfinningu og bara út af þetta er ekki, hvað segir maður, svona one-sided, þetta er ekki svart og hvít. Þetta er ekki leiðilegt. Ég er 100% samanlegar og ég horfði á þessu þætti. Mér finnst það mjög áhugaverður að þeir eru með það svo stutt á milli hlátus og grátus. Þannig er líka bara lífið. Veist, við erum kannski að hlæja núna, svo fæ ég kannski hræðilega fréttar á morgun. Skilurðu? Eða í kvöld. Veist, ég hef ekki hugmynd við það. Þannig að þetta getur verið svona stutt á milli. Mér finnst það mjög áhugaverður að setja það með í sjónvarpsþátt og fá maður þess að vekja upp þessar tilfinningar á manni. En þegar ég segi þetta um fólk, að ég er búin að pæla ekstra mikið í þessu eftir ég byrjaði með podcastið, þetta skiptir mjög miklu máli að þetta sé skemmtilegt og það sem ég mynd meina með því er ekki brandarar, það er ekki hasarætri, það er að vekja upp einhverja tilfinningar. Já, bara... Skilur, það getur verið sorg. Ég getur verið að gráta yfir einhverju mynd, en mér finnst það gaman. Grætur yfir myndum? Það er mjög sjálfgeft. Hefur gert það sant? Ekki ég geti sagt þér, ég hef nú ekki... Þú varst að segja að það er grenja yfir afturlega. Það er mjög sjálfgæft og það er ekki að því ég er úkvæmstlega harður. Nei, ég veit. En það er búið breytst aðeins að því ég var eignast mitt fyrsta barn. Til hamingju. Já, takk fyrir það. Já, þú sagði mér það, alveg. Mánaði gamall. Til hamingju. Takk kærlega fyrir það. Það er aðeins búið breyta mér. Mér sé vera aðeins svona viðkomri. En það er mjög sjálfgæft því ég tárist mikið við mynd. Eða ég græti ekki beint, ég er svona kannski fæ kökk í hálsun og tárast. Já, og gerir þetta. Komur inn í herbyggi eitthvað reyk. Og þessi hérna líka, drekka bara með hann. Ég er ekkert feimið það að grænja, en ég er ekkert að fela yfir kæristunum, mátti ekki sjá mig gráta. Það er bara sjálfgefið. En mér finnst mjög gaman þegar það gerist, þá er myndin alveg að svinn virka. Já, sko, ein mín fyrsta, ég sé, 2 minningar mínar, svona early minningar af bíómyndum er, hljómið svo ég er alltaf að gráta. Komdu með það, þú mátt við ekki. Það er, Black Beauty, þegar ég var 5 ára held ég. Er þetta ekki Disneymynd? Þetta ekki með hestin hann? Þetta var, já, en ekki teiknimynd. Nei, þetta var leikimynd. Þetta var leikimynd, en einhvern, Black Beauty hestin sem var og ábyggilega E.T. líka. Og það með minninu en ég man svo vel eftir að ég var eitthvað satt upp í sófa með mömmu og mér fannst þetta svo sorglegt að hesturinn var að deyja minni með alveg örugglega. En ég man bara eftir mómentinu, rauði sófinn, túpusjónvarpið og þetta moment og ég fór að gráta og var hjá mömmu minni. Þannig að þannig þegar einhver bíómynd eða þáttur eða einhver vekur upp þessi tilfinningar og þetta er með mér í, þú veist, þessi 20 ár, skilur mig, frá yfir 5 ára. Svo hvað ég gerði? Ég sá hvað gerðir. Ég fattaði þetta, ég greip þetta. Nei, þetta er samt alveg magnað.
og þetta það sem ég að tala það að vekja einhverjar tilfinningar og það sem skiptir mig mestu máli í svona bíómyndir og þætti, í rauninni bara sambandi við sögur, ég verða á persónur. Já. Ef ég ekki með persónusköpun eða persónur, þá maður alveg sama allt sem gerist í myndinni. Já. Og ef mér sama allt sem gerist í myndinni, af hverju þá að horfa á hana? Já. Skilur við? Ferð þú út af, eða slekkur á, eða nærði ekki tengingu, kláraru, eða ertu komin yfir það? Þess að ef þú ert í bíó, ferðu út úr hlé? Ég hef bara gert það einu sinni. Já. Samt ég fullt af rusli. Ég nefnilega hef veldur verið á því að ég verið að klára verkið. Já, ég verið að dæma verkið sem heild. Já. En svo fatta ég það að tíminn mjög... Hann er skortum skammti. Það það eina sem við getum ekki gert meira af. Já, það er tíminn. Þannig ég hann aðeins gróar í dag. Já. Ef ég búin að gefa myndinni hálftíma klukkutíma, þetta bara drast. Þá ég bara, heyrðu. Af hverju að vera... Hvað ég að gera? Já. Og ég er líka á því að þú nærmir ekki bara í fyrsta atrinu, þá alveg erfitt fyrir að ná mér, sko. Að ég er rosa sterkur stuðningsaðilega að hafa sterk byrjunatri. Já. Hvað ert þú þar? Ekkert endilega, það fer bara aftur bara, hvað er sjónran, skilur þú veist, er þetta offbeat, er þetta... Mín skoðun er svo að það á ekki skipta máli. Sko... Þó þessi James Bond mynd eða dramamynd eða indie mynd. En þá er það meinir raunum bara sem... Ég ætla að gera þér upp skoðanir. Það sem þú ert að segja, nei. Okay, ertu þá að meina að út frá tegund myndar að styrkurinn sé í samræmi við það. Þannig ef þú ert að horfa á eins og Little Miss Sunshine, sástana, það er svona offbeat komedía sem er ótrúlega hæg og róleg, þannig að byrjunin er kannski í algjörum anda myndarinnar, en er ekkert eitthvað svona allt í einu. Þú þarft ekki að hafa eitthvað sleggju, þú þarft ekki að hafa morðið eða eitthvað. Nei. Ég ætla bara að taka dæmi. Það verður samt gott, alla myndir byrja alltaf á morði. Alltaf grímyndir alltaf. Ég ætla að taka dæmi, það var ein mynd sem ég horfði fyrir stuttu síðan sem heitir Lady Bird. Lady Bird er svona indie mynd. Já. Það er nokkur fræði leikari en hún var ekkert það stór. Mér fannst það, ég var pínur hræddur, af því indie myndir hjá mér er stundum svona, mér stundum það verður svo tilgjörlegt. Við erum svo, með stundum þannig kvikmyndagerðarmenn, setja sig á eitthvað svona stall. Sko, ég er ekkert að framlega eitthvað svona pop-dót, sko. Ég er að framlega alvöru stöf. Þannig ég var pínur hræddur. En ég horfði á þetta því að það var einn stelpa sem kótið minni þáttun, Unnur Eggert, leikona, hún elskar þessa mynd. Byrjunarnir þeirra mynd er svo sterkt. Það er bara mæðgur að rífast og skilur... Það er einhver húkur strax. Það er eitthvað, ég sá bara strax, já, persónsköpun. Ok, ég fæ karaktera, skilur. Og karakterinn þurfa ekki að vera eitthvað absúrt. Þeir þurfa bara áhugaverðir. Já, bara hafa líf, vera þrídimensional. Og fá gott konflikt. Mér er svo skrítið hvað það stundum vantar í að búa til gott atriði í bíómynd er rosalega list. Já. Og ég hef aðeins lært handrið að gera og þetta er sem mann hefur bara kent í fyrsta tíma, sko. Ef þú getur búið til atrið, þú getur búið til bíómynd. Já, sko, ég til dæmis eitt af það sem ég er búin að reyna eitthvað svona að skrifa og fæ svona hugmyndir, en það er einmitt mér, það sem ég er hræddur við, að það er þetta, það sem þú ert að lýsa, þú veist, að fá hugmyndir eitt, skilur, og svo koma því falla niður á blað, sem úrverður þessi konflikt og þetta skemmtilega, þú veist, og það sem þú býr til eins og segir, þú veist, þú býr til bara situationer, karaktera sem hafa þetta líf sem getur staðið eitt og sér, eins og karakterar, þeir eru bara til og að búa það til fyrir mig það hefur reynst mér erfiðast einhvern veginn að hvernig ég geri það án þess að forsa það bara því ég hef ekki reynsluna, bara því ég hef ekki gert það. Það er svona ég er mjög sammála sem þú segja, þú veist, það verður alltaf að vera konflikt og verður alltaf að vera eitthvað drama. Það verður eitthvað drama og í komedi, þú veist, drama er komedi og ég dóldi mikið, ég skoða mikið manneski sem heitir Ivana Čupuk, það er dóldi mikið Bukowski Čupuk. Ég aldrei heitir svona. Já, hún er með aðferðafræði, bara leikara aðferðafræði sem snýst þú ert alltaf að vinna senuna hérna, karakterinn. Það er alltaf eitthvað undir þú ert að vinna og svo tengjur þetta persónulega og flott fræði eða flotta pælingar í kringum allt það en hún kemur inn á, þú veist, allar senur sem þú ert með eitthvað stórt mótiv
skilur, það bara hvað karakterinn þinn vill, allir karakter vilja eitthvað. Hann verður að vilja eitthvað, hann verður að berjast fyrir eitthvað. Það er alltaf want. Já, það verður alltaf want og hann verður alltaf að vera eitthvað nýt fyrir það sem hann er að gera. Eins og segir, ef hann ekki þörf fyrir hann til að vinna, það eins og í lífinu, þá þurfum að vinna situationur okkar. Það er ekkert endilega, við séum allir með gullpenning, en þú veist bara hvað það skiptir fyrir þig. Já. Og þannig að hún í raun talar þú finnur þetta stóra fyrir myndina, hvað hann er langar, skilur við karakterinum. Og svo eru allar senur sem að þurfa að fýta inn í þetta stóra vond og þú ert að vinna og það er kannski sér kategóría, það er annað vond en það þarf að tengjast inn í stóra vondi. Þannig að þú veist að allar senur eru með konflikt en tengjast inn í stóra konfliktið fyrir redemption eða fyrir ávinningin eða fyrir út af því að ef ekki það er eitthvað í endan fyrir karakterinn að það af hverju var hann til. Nákvæmlega. Þú veist, bara skilur Já, ég skil þig og við erum að tala saman hlutin. Ég raunni, ef ég einfalda þess að ég get ef að atriði endar á sama stað og byrjaði, þá er það leiðilegt. Já. Skilur. Ef ég fæst þannig byrjunadri, þá er ég bara svona, jæja. Skilur við. Þess vegna sem ég tala þetta leitibjörnadri, þetta er ekkert hasaradri, þetta er ekkert okkar brjálaslega fyndið, reynda svona pínu húmor í því. Þetta gaf mig bara strax til kynna, já, ok, þetta er svona karakter. Ok, stelpan er svona og mamman er svona. Þetta er sambandið þeirra og handisöndurinn, kona sem gerir þessa mynd. Mér varst bara ég bara, já, ok, vá, hún er góð penni. Skilur. Mér varst hún negla byrjunadrið, að því að atrið byrja, það er eitthvað bara í bíl að keyra, það er eitthvað að tala saman, svo byrja eitthvað að rífa smá og atrið endar því að stelpa bara opna hurna og hoppar út úr bílum. Svo hún bara gift sér restina af myndinni. Já, það er svo mjög gott. Það er svo ógeðslega fyndið. Þetta er gott byrjunadrið. Skilur. Þarna var ekkert einhver hasar eða eitthvað brjálaslega fyndið. Skilur eftir að vilja vita hvað gerist næst? Hvernig verður framhaldið hjá þessum karakterum? Nei, þannig fann ég bara að svo sem gerir þessa mynd, karamútilatri. Og ef ég fæði það strax á tilfinninguna, já, ok, þá liðið mér þessi í örugum höndum. Og þá hugsaði mér, ok, fyrst hún gæti gert þetta atriði, hún gæti skrifað þetta atriði og leikst þessu atriði, þá mjög líklega hún geti gert bíómynd. Og viti menn, þá flott bíómynd, skilur við. Þó ég sé hrifnar af einhverju aksjónu og eitthvað, það er þetta flott mynd. Hún svínvirkar eins og hún á að virka og mér fannst hún skemmtileg. Út af þessu. Hvernig endar hún? Á þess að gefa frá ef maður sér hana. Þessi mynd fjallar svolítið mikið þeirra samband. Þetta mæðigna samband og inn í þetta fléttast náttúrulega hún er í skóla þessi stelpa og ég man ekki alveg hvað hann þá eru gömul, svona ungling stelpa. Minnir mig, kannski 16-17 ára. Þetta er bara character piece, það var svona drafmynd. Það gerist ekkert bráslega mikið í henni, en það samt gerist eitthvað. Ég skilji, það er ótrúlega skemmtilegt. Það er þessi tilfinning, sko, sástu Drive. Hvað fannst þér hana? Ég fílaði hana. Ég nefnilega fílaði hana í tætlur. Já, ok. Hann er einn af mínum uppáhalds. Gosling. Og það er víst út af annari mynd, ekki Notebook, sem mér finnst alveg fín og skemmtileg og allt það, en önnur mynd sem hann gerir, sem var lítið indie mynd, og United States of Leland, ég veit ekki hvort þú hefur heyrt hana einu sinni. Jú, ég sá hana sín tíma. Já, ok, með Spacey og Don Cheadle og... Mjög langt síðan ég sá hana. Og hún hafði áhrif á mig, það var eitthvað svona nýtt og þessi strákur mitt, það er mitt að þessu byrja á mjög sterk atriði. En ég ætla að backtracka. Alla góða myndir byrja á... Mér finnst það. En ok, sorry, halda á. Gosling Drive. Þar fannst mér trailerinn ekki tala fyrir myndirinn út af því að þú veist, það voru margir sem ég fannst vera óánægð með hana. Heldur það einhver hasamynd? Já, heldur hasamynd. Svo var þetta ógeðslega róleg mynd, en málið er, mér fannst tempóð í skrifum og bara karakter og öllu, fannst mér ógeðslega hröð, en ég var eiginlega á, hvað segir maður, ég var á Edge of your seat. Edge of my seat, alla myndina, þótt hún hafi verið bara svona. Þetta var eins og þegar þú tekur í hafnabolta Chains Up. Þetta er ekki flott að vera. Hendinn einhverju svona sportdæmi. Það sem að boltinn er eins og þessi fyrir rætt, en hann er að fara ógeðslega hægt. Þannig að þú svingar á þér. Og það fannst mér bara, myndin er einhvern veginn hröð og spennandi, en hún er bara ekkert orð. Segðu þannig að klára ég. Ég segi ekki neitt, ég er bara að horfa það, já.
Þetta er eins og American Beauty. Já. Plastpókin. Hendina. Ég ætla að vera svona núna. Þetta ekki fallið. Þetta mjög fallið. En eins og þeirri mitt, hugsaðum byrjunadri. Geggja byrjunadri. Já, ég man samt ekki, hvernig það? Hann bara getaway driver. Já. Og hann segir, hann segir mjög lítið í þessari. Hann segir mjög lítið, en það sem hann segir, ég fatta strax, já, ok, þetta er svona ykkur. Og hann leikur svo óútreiknanlegur. Og þegar þú ert með bíómynd, það sem með aðalkarakterinn sem er óútreiknanlegur, þú veist ekki hvað hefur hann almennilega, þá er það skemmtilega. Það er bara, ég veit. Skilur. Það er bara þannig. Hvernig er þetta Joker, svostu hana? Já, þetta er að sjá hana. Okay. Og það er bara út af þessu. Og ég veit ég mun fíla hana. Já. Og ég veit að ég mun horfa á hana eiginlega bara maður horfa allt fyrir sig. Þetta er svona mynd sem ég vil bara horfa og njóta aðleik. En eins og með þá, ég ætla ekki að spoila neitt. Ég er náttúrulega búin að sjá eitthvað, skilur. Já, og veist að það er svona hvað er nokkurn veginn. Já. Þar ertu með aðalkarakter sem er svo óútreiknanlegur. Já. Og maður er bara svona, hvað er þessi gaur að fara að gera? Skilur, hvernig ætlar hann að bregðast til þessu? Hvernig ætlar hann að bregðast til þessu? Það er sjálfkrafa skemmtilegt. Já. Það finnst mér allavega. Fílar hana? Mér finnst það mjög góð, sko. Já, eins og segi, ég bara veit að þetta er mynd sem mér finnst ég gefa bara þannig ég muni njóta hennar sem allra best. Alltaf, sérstaklega einhverju myndi sem fá einhver svona konflikt á sig, eins og allt var þarna. Eitthvað svona umdeilt. Umdeilt og svona. Að þá langar mér að sjá það og mér langar að fá að sjá það í eins sko nútral ástandi og ég get til að geta bara verið einn með myndinni. Til að geta dæmt á sanngjarnan hátt. Já. Verkið sjálft. Já. Eða svona að kunna að meta. Já, bara kunna að meta og það eins og segja, skil, ég nenni ekki að horfa á eitthvað sem minnst leðilegt svo. Þannig ef ég er ekki í því ástandi og fer að dæma út frá, byrja ég núna að fara fram og tilbaka. Hvað? Hérna, í því ástandi að þá veit ég bara að ég fyrir að fyrsta gaf myndin ekki bara sanngjarnan séns. Ég eyddi bara tíma á mínu lífi ég að gera eitthvað sem ég hefði getið gert betur og það finnst mér bara ekkert skemmtilegt. Nei, það er bara tíma svona. Já, í raun og veru, sko. Allt tíma svona. Og ef ég er í, þú veist, þannig bara einhvern veginn, þú veist, þá set ég bara eitthvað á sem ég bara veit, þarf ekki að hugsa, þarf ekki að spá í neinu, kannski ekki með bros, kannski ekki, og það bara getur svona verið svona background noise í raun og bara, þú veist, og þá er ég bara með þetta sitcoms eða svoleiðis. En mér finnst það svo áhugavert af því að Sopranos, sástu þá þættir? Nei. Þú þá eftir? Já, þá eftir. Þú veist hvað þættir eru? Já. Það eru upp á stættir mínir, frá allar tíma. Já. Gæðin sem gerði þá, heitir David Chase. Já. Og David Chase var með rosalega gott svona writers room af alls konar handriðsöfundum sem hjálpa hún að skrifa þessi þætti. Og hann sagði alltaf við þá, mér finnst það mjög áhugavert, hann sagði, alveg sama hvað við gerum, þá verður þetta skemmtilegt. Já. Og í Sopranos er alveg, það er grín, það er morð, það er grátið, það er allt í þeim. Lífið er í þeim. Já. En hann sagði þetta við, hann sagði bara að við þá handriðsöfundum sem voru undir honum, sagði bara, alveg sama hvað við gerum, þá verður þetta skemmtilegt. Og það er ekkert að segja að Sopranos-þættirnir séu leiðinlegir. Já. Skilur við. Hvað eru margar seríur? Þeir gerðu 6. Þeir gerðu 6, já. Af 20 þáttum með það? Nei, það voru 13 þættir í fyrstu seríunum. Svo minni mig, þeir splittuðu 7. seríu held í 2 hluta, minni mig. Þetta er svona cirka 10-13 þættir í hverju seríu. Já, ok, já. Nei, það er eitt af því sem ég langar til að horfa, einmitt bara ég veit að þetta er væntanlega eitthvað sem ég ætti erfitt með að stoppa eftir 1 þátt. Og ég myndi ábyggilega alltaf taka 1-2. Já, þeir eru alltaf langir, þetta er svona svo Breaking Bad, þetta er kannski 50 mínútur þættir. Já. En það sem er svo áhugavert við þessa þætti, Sopranos, þeir byrjuðu þetta allt, sko. Breaking Bad var ekki til og Sopranos ekki og gerst. Já. Skilur við. Þeir byrjuðu bara að sína fram á það að gera svo vandadót í sjónvarpi. Og James Gandolfini sem leikur Tony Soprano, þetta er besti karakter ever í sjónvarpsþáttum. Er hann eitthvað búinn að gera? Hann dó alveg. Karl Grey. Það var ekki góð spurning. Nei, hvað er að gera þetta? En kannski alveg eðlilega, maður kannski veit ekki alveg allt hver er búinn að deyja. Hann lék náttúrulega í fullt og dóti, en þetta er hlutur ekki sem hann fættist bara til þess að leika. Já. Hann er svo intense og þú bara kaupir þetta. Þegar ég horfi á Tony Soprano, þá er ég ekki að horfa á James Gandolfini. Nei, og þú heldur með honum ákveðin hátt, eða ekki? Hvernig er það? Jú, ég gera það. Og þess að þeir gera sem er svo sniðu, það er því hann er með eitthvað ákveð kód, skilur við. Já. Hann er að myrða fólk, en þú kaupir það að hann myndi gera það. Já, skilur við hvað við? Þú veist, ef í einu aðri hann myndi alltaf drepa barn, þá er ég verið, þá er búið að kötta á
þessa tengingu sem ég hef með karakter, skilur við. En, jú, ég hélt með honum á köflum, en ég ger mig líka grein fyrir þessi gæi bara siðblindur og skilur við, allt þetta. Er þetta ekki svona svipu tilfinning eins og með Narcos? Hélstu með Escobar eða? Nei, sko, það kom tími sem ég fann með honum. Já, og ég var bara svona, þú veist, hvernig getur hann, þú veist, ekki fara í, þú veist, hérna, þetta er náttúrulega öðru í svo, því að það er náttúrulega bara, það er svo ný skeð allt saman. Já, og líka það er alvöru. Já, ég er að segja, þú veist, það var til. Já, og þú veist, og ég með þess að sá sem einn af hans leigumorðingjum voru með svona Black Tourist túra. Black Tourist túra, hvað? Já, svona underground sem að ekki fyrir... Já, túra, eftir að tala svona... Já, bara þú gæst farið... Túrista túr. Já, þessi maður sem var búin að gera allt og með þess að í þáttunum, fer með þig sem bara í gegnum hverfið og sýnir þér og... Það er eitthvað bara svona... Bara þessi á dreipin þarna og eitthvað þannig. Já, eitthvað svo leið, sko. Alveg... Þannig að þetta er bara það ríl og ég sá það bara, ég held að það var einhver þáttur á YouTube eða eitthvað sem var að tala um þetta og byggilega Vice eða ekki, veit ekki hvað það var. En þú veist, þetta er bara það nýtt, skilur. En ég fann svo oft til með honum, Escobar, þó hann hafi verið svakalur glæpamaður og allt þetta, skilur, að þá var eitthvað þarna sem að... Velskrifa. Já, velskrifa og þú veist, út að hann var líka þarna, þú veist, fjölskyldufaðir og skilur eiginmaður, þótt að hann væri svo algjör morðingi haldandi framjá og gerandi þetta og allt sem hann gerði, að þá einhvern veginn það var eitthvað fallegt í ljótleikunum. Maður tengir alltaf við mannlegan breyskleika. Já. Það er enginn fullkominn. Og ég er ekki að afsaka morðingja. Nei, það er samt smá. Nei, tjók. Ekki tala um það. En það er sem er áhugavert. Ef þú færði eitthvað svona gráa karaktera. Já. Skilur við. Ég bara sem eru, þú veist, ég meina, þú veist, eins og ég var að segja, þú veist, við erum öll margar útgáfur af okkur. Nákvæmlega. Skilur við. Það er bara það sem þú fær að sjá, fær ekki næsta að sjá og svo öfugt og þú veist, við erum ekki og ef að þér finnst þú ekki vera margar útgáfur af sjálfu þér, þá mögulega ertu bara ekki nógu hreinskilin sjálfu þér. Þú veist, það er eitthvað sem ég er til. Það eru margir þannig. Ég held sem bara flestir eru þannig og það er alltaf margir þekki ekki sjálf sig. Já, út af því að það er aldrei spáð kannski í öllum þessum aspektum út af því að það dæmi með einhver eða það, þú veist. Það er alltaf hræðsla. Það er alltaf hræðslan sem að er kannski minkandi með eftir því sem var eldri vonandi að þú að vona það. Var svona verði aðeins bara eitthvað þarna. En mér er alltaf þótt svo skrítið. Mér er alltaf þótt skrítið ef ég hitt eitthvað fólk eða já, á einhverju sambandi við eitthvað fólk og ég bara svona, vá, ég sé bara á þessari manneskju að hún þekki sjálfs ekki neitt. Já. Mér finnst það rosalega skrítið að þú ert alltaf með sjálfur þér en það eiga bara sumir svo erft með það. Já, sko það var nú einhver sem að ég man ekki hver það var, en einhver sem segir bara hversu leiðilegt er líf þitt. Nei, hversu leiðilegur ertu. Ef þú getur ekki verið korter í bíl og þess að vera að taka upp símaðinn og vera að skoða eitthvað. Svo þú getur ekki verið með þér í korter. Ja. En eins og segi, þú veist, það er kannski auðvelt fyrir mig að dæma eða, þú veist, tala um þetta út af því ég elska að vera, minnst ótrúlega gott að vera bara einn í friði og þú veist, þess að finnst mér social loner er gott orð. Introvert finnst mér vera eins og, ég veit ekki hvað, eitthvað í IKEA, einhver skúffa eða eitthvað. Ég ætla að segja að þá liðir svona sem væri Unabomber eða eitthvað, það var bara einn einhverjum bústa. Nei, mér finnst það bara eins og sé eitthvað nafn á svona inni skúffu, eitthvað introvert skúffan. Svo Malmö, einhver kommóð og eitthvað. Já, Billy hillunar og eitthvað svona. Introvert skápanir. Nei, sem sagt, það er bara, þú veist. Leiðist þér oft? Nei, mér leiðist náttúrulega mjög sjaldan. Kemur alveg fyrir, auðvitað. Já, auðvitað bara, þú veist, þá bara er ég akkurat í þannig gír og þá langar mér kannski að vera social, en það er ekkert í gangi og þá kannski kemur smá tími sem ég bara eitthvað svona, hvað ég gera? En það er alltaf bara mjög lítill tími, en þú veist, ég væri að ljúga ef ég myndi segja að ég myndi aldrei leiðast einhvern tímann. Ég held að maður þurfi á því að halda, en þannig ég kann að meta að leiðast þegar mér leiðist. Ég get samt sagt þér núna, 100% hreinskilni, ég er ekki að ljúga þér. Mér leiðist aldrei. En það er geggjað, sko. Ég man hvernig mér leiddist síðast. Ég man árið og allt. Hvernig var það? Á 2002. Hvað varst að gera? Það var komið töluleikur sem ég var svo spenntur fyrir. Og hann átti að koma kannski í mars. Og þetta var janúar. Og ég man að ég satt bara, ég var heima og ég var bara eitthvað, ég er bara að spila töluleik núna. Ég var
svo fyrir ykkur krakki Já. og mér langar ekki til að gera þetta annað og mér bara leiðist núna af því að tölvökin ekki komin út. Já. Skilur hvað við? En hvað breyttist? Kannski var ég bara svo meðvitaður á þessu tímapunkti að ég hugsaði mér, Hafsteinn, hvað er þetta að pæla, skilur? Ég veit ekki, kannski ég er bara búin að kynna sjálf mig betur. Það er alltaf svo mörg ár síðan. Já. Ég var ekki einu svona 20 þarna. Í dag, ég á svo mörg áhugamál, það er svo mikið sem ég langar til að gera og mér finnst, eins og þú varst að tala hversu leiðilega það að vera og meikar ekki vera með sjálf og er 15 mínútur á þess að gera eitthvað. Mér finnst ég ekkit leiðilegur. Mér finnst mínar hugsanir ekkit leiðilegar. Nei. Skilurðu, það er mitt ímyndunarafl eða hvað vilt kalla það. Mínir draumar, markmið. Já. Mínar pælingar, svona tala líf eftir döðun og svona. Ég er það að pæla þessu bara sjálfur. Og það er svo fallegt að gera, skilur. Ég flytt fyrir utan bæinn núna í 2019 til að einmitt er bara að fá að vera fyrir utan, minka steypu í kringum mig og mér langar bara útsinni og eitt af því sem að það þýðir að ég keyri, börnin mín eru búið í Hafnarfirði líka, þannig ég er basically í bænum alltaf, þannig að það tekur mig 40 mínútur að fara nefnir. Þannig ég er einmitt alltaf að keyra tónlist og svona, þannig að svo mjög tími í þetta sjálfsspjall allt og skoðanir og bara þessa sjálfskoðan. Ég fíla allt það, en það kemur alveg moment sem að þegar mér langar kannski, eins og segi, mér langar, og mér stilur mjög gaman að dansa, stóðslega gaman að dansa. Mér líka þó þessi lélur í og kann það ekki. Það þarf ekki að vera góður, skilur. Ég er mjög góður að dansa, sko. Ég trúi. Ég sé það, ég sá það ég hitti það, svona mjöðmyndaður og svona. Já, geggja liður og svona. Ok, klára svo að segja. Það er dansa. Nei, það er dansa. Herði, nei, og Þú hefur mikinn tíma, þú ert að keyra, hugsa. Já, svo kemur svo tími að mér langar kannski, mér langar í félagskap, þetta hljómar. Eða veist hvað ég meina, mér langar að fara og dansa. En það er þetta ekki saman að leiðast? Nei, kannski ekki, en þú veist að... Ertu bara skilur, ef þú ert bara sem að keyra og hugsa mér langar svo að dansa eftir þá er ekkert að því. Já, ok. Það þarf ekki að vera leiðist. Ég er að tala bara um fólk sem að situr. Já, andvarp. Já, og maður er bara svona, okkur fyrir ekki að gera eitthvað. Ég veit ekki, eitthvað. Já, nei, ok. Nei. Leiðist svo. Nei, það gerist ekki. Nei. En ég fæ svona, sem ég þangað til að segja þetta, þá fannst mér það að vera hluta að því að leiðast. Nei, þú veist, kannski túlkar það þannig. Já, en það er góða punktur, sko. Því þá fer maður að gera eitthvað annað og transition er bara X. Já, að því ég til dæmis, nú er til dæmis bíó búið mikið svona, kannski ekki loka, en það er búið, allar þessar stóru myndir ekki að koma. Já. En ég sit ekkert heima og er bara eitthvað svona, mér langar bara, veist, ég er ekki að gera það sama ég gerði 2002. Já. Ég var bara eitthvað svona, mér langar bara inn í töluleik. Mér langar bara í þessar stórmyndir. Já, þú ferð og finnur eitthvað annað að gera. Já, fullt að gera. Það er rétt, já. Maður kannski hún breytast með það. En ég held að það komi ef þú þekkir sjálfa það nógu vel. Ef þú þekkir þína styrkleika og veikleika. Þá veistu hvað þú vilt gera þegar þú vilt gera það. Þú bara þekkir sjálfa þig, skilur. Já. En það er svo margir sem einhvern veginn virðast ekki þekkir sér nógu vel. Já, og ég held, sko, þú veist, það sem ég þakka ótrúlega mikið af þessu er bara í raun og veru bara eins og leiklist að náma eitthvað svona, að kíkja inn á við og svoleiði, sko. Svo bara dett inn í að fíla að vera svo mikið einn, sko, að vera, þú veist, það er kostur, en það er kannski erfiðar ef þú ert mjög sósíal manneskja. Ég var kannski extrovert, þá ert alltaf að díla við aðra og þá er kannski erfitt að vera mjög honest og skoða sjálfa þig. Þannig að þú verður að skoða Bukowski ljóðið hérna með The Crowd. Já, ég það greinlega, er það að tala um þetta? Já, og hluti bara, þú veist, be careful of those who preach love, because they, nei, ég man ekki alveg hvernig slátraður þessu. Þetta er bara eitthvað, já, seek constant crowds for they are nothing alone. Það er ekki að dæma fólk sem vill. Já, nei, ég skil þig. En þetta er bara, þú veist, hann er bara að tala um anstæðnar. Ef þú ert alltaf svona, þú veist, hann er bara, hann er sál, tjekka á hann, ég dýrka hann, sko. Og hann er mjög þungur, en hann er samt svo fallur. Ok. Svo fallur. Og þetta lúti mér, sko. Við vorum að tala um að vera einn með sjálfum sér eða extrovert, verið með öðrum. Já, og þú veist, og hann tala, þannig þegar þú hefur
þennan eiginlega að elska að vera einn. Þannig hefur þú meiri tíma til að vera að skoða sjálfa þig. Og hann var þannig típa. Hann fannst bara gott að vera einn og hans ekki, þú veist, var að drekka, en að vera einn, skilur við. Og það ef þú ert, eins og ég var að segja, í kráti, og þá ertu alltaf í einhver öðru út af því að það mögulega þýðir að þú hræðist að vera einn. Já, ég vil meina það. Þú veist, ég ætla ekki að, en minnst frábært að þessi til þannig fólk sem eru extrovertar, það ég svo gaman af öllu spektruminu. Ég líka. Ég dýrka það, sko. Og eiginlega ennþá meira, þú veist, núna, þú veist, ég hef aldrei hatað neitt. Aldrei. Ég hata sem að bíómyndir, en kannski ekki manneskjur. Já, þú veist, bara mér er svo sterk tilfinning að ég get ekki, þú veist, fullt af fólki sem ég þól ekki, eða fíl ekki. Ég skil þig, en að hata, ég hata enga mannesku. Samt eitthvað smá. Hvað fannst það að segja? Nei, ég hata bíómyndir. Þú veist, ég kannski sé eitthvað heimska bíómynd og ég bara svona, ég hata þessa bíómynd. En ég hata... Bendur það á hana og segir ég hata þig. Það hefur komið fyrir. En ég hata ekki leikstjóran, ég hata ekki leikaran, ég hata ekki það sem skrifa. Ég er ekki það. Nei. Skilur við? Þetta er svona meira grín. Já. Samt smá ríl. Samt smá ríl. Ég tek bíómynd svo alveg. En ég skil hvað við, ég sammála þér. Já, og bara Bukowski, bara, eins og segið, þú veist, hann bara kemur svo fallega orði með þetta og hvernig, já, bara, þú veist, og það er ekki allir sem, kannski, já, eins og sem bara þóra því, að nenna því, að skoða, og þess vegna eru sem betur verð kannski flestir, því að þá væri, ég veit það ekki, hvort það sé gott eða ekki. Sko, ég hef mikið pælt í þessu, því að þetta er svo ég og kærasta mín, hún er miklu meiri extrovert en ég. Þú veist, ég get verið eitt bara döfum saman, mér er alveg sama. Já, bara geggja, sko. Líður ekki illa, mér leiðist ekki, en henni, ekki það, hún getur alveg verið einn, skiluru, en henni líður svo vel að fara í heimsókn, fara í matabóð, hitta fólk, hún bara, þar blómstrar hún miklu meir en ég. Svona gestgjafi, eða svona þetta element af... Já, verið kringum fólk og þessi félagskapur, og það er ekkert að því að vera þannig, ég meni, ég elska hún þetta lífinu, skiluru, þó við séum ólík, og ég vil líka meina það gott að svona balans, hún dregur mig stundum að stað, skiluru, í eitthvað, og ég er svona kannski hana aðeins tilbaka, hann að myndast á hvað svona jafnvægi. Já. En ég átt velt fyrir mig, fólk sem er einmitt alveg hardcore bara, verður alltaf að vera að gera eitthvað, alltaf að vera að hitta eitthvað og svo leiðis. Og þú getur kannski ekki verið einn í langa tíma. Já. Mér finnst það pínu svona, að mér finnst það áhugavert, að þegar öll eru á botningólt, þá erum við bara einn. Já. Þú ert alveg bara að tala við kórinn, sko. Já, við erum... Þetta er bara... Fættir sama ár, við erum fættir sama ár, grikkirnir og allt það. Allt eins. En nei, ég er nefnilega, sko... Já, mér finnst þetta mjög interesting, sko. Út af því að, og sérstaklega, þú veist, ég tengi mjög mikið við, þú veist, mér finnst sjálfsábyrgð mjög, mjög mikilvæg, skilju, að óna sinn skít. Þú veist, ég er með svona, að þú verður að geta óna þinn skít eða eignast þitt success. Þú veist, og ef þú vilt ekki óna það, mistökin, skítiðin og allt það, þá getur ekki ónað successi. Þá verður líka að leyfa þeim að eiga það sem þú gafst skítinn, skilju. Þannig að þetta er alveg bara... Við erum að tala saman tungumál alveg svakar. Þú ert að fíla Bukowski, sko. Og Alan Watts líka. Hann er stýpir og aðeins meiri svona Bukowski hrári og... Ég þarf að tjekka á hann. Já, hann er geggjað, sko. En þá ætla ég líka að spyrja þetta. Það er mynd sem var... Ég eftir að sjá hana. Ég var bara að koma staðið núna daginn. Já, byttu. Hann gerði mynd held ég bara lífið hans eða eitthvað. Eða hluta til. 80 eitthvað. Nei, ok. Það var ekki þannig sömur. Ég held að sé 80 og... Nú er ég að þykjast vita, ég hef ekki hugmynd, sko, en þetta lítur vel út. Nú er ég að hugsa um þetta. 87-8, held ég, já. Ég set leiðrétningu hérna. Svo kemur bara eitthvað, nei, 95. Það er bara 2017. Já, það er myndi sem ég var að tala. En þá verður ég að spyrja út í eitt, af því að mér finnst mjög gaman að velta þessu fyrir mér. Og það er hvað margir eru fastir því að vera ekki samum álit annarra. Skilur hvað við? Þannig að þú ert þess leikari, þú ert mikið í sviðsljósinu, þú ert alveg að opna þig, þú ert fram að kamerur. Já. Þetta er svolítið berst, þú ert alveg berskjaldar, þú ert að leika kannski annan karakter. Hugsa þú mikið eitthvað svona, nei, ég get ekki tekið mér þetta hlutverk, þá er fólk að vera að dæma mig og... Nei, ég í raun og gera það ekki, sko. Þannig að álið annar á þér, skiptir það við ykkur máli? Já. Það skiptir þið máli? Það skiptir mig máli, okay. en ég er með loophole á það. Okay, það skiptir mig ekki máli. Og það skiptir mig máli. Hvað er með það?
þetta verður óslega djúpt og ég reyna að finna réttu orðin. Sko, ég til dæmis passa mig, ef við tölum leikdæmi, og reyni að passa mig út af því bara hvernig þú sér mig, það skiptir mig máli. Ég sem áhorfandi? Já, sko, meira kannski bara þú sem bara leikstjóri. Já, það meina, ég var að vinna, já, ég skilur. Þá passa ég mig til dæmis að ég var í barnefni og ég passa mig að það sér við það sem ég líka. Að það sé ekki á sama stað. Okay. Þannig að þú sjá mig ekki sem mig að leika, 8 ára gamla krakka. Út af því að það blindar mögulega því, svo þú að lesa handrit sem ekki með, skilur bara með fullan manni. Já. En kannski ef að þú sást þetta síðast, að það kannski síðasta myndin af mér, ég 8 ára, þá ég automatist mögulega, og það bara þannig, það var eitt sem ég gerði, og það bara þannig, að það var eitt sem pitchaði mig fyrir eitthvað hlutverk og leikstjórinn sagði, nei, hann svo svona. Og þá var nýbúin að vera í þessu barnadóti. Hann tengdi við eitthvað annað verkefni. En sem betur fyrir þekkti hann, þannig ég gæti sendt honum í raun og annað efni og þá fekk ég pröfu og ég fekk hlutverki. Okay. En áður, þá var þetta sem hann sá. Og Bryan Cranston talaði þetta í þessu með X-Files að það kannski stundum gleyma leikstjórar stundum eða að hugsa leikarana sem ekki bara síðasta hlutverk. En ég skil það ógeðslega vel að gera það. Þeir hafa ekki annað til að dæma. Hafa ekki annað til að dæma og við erum bara mannleg, skilur mig. Þú veist, þannig bara, ef ég hugsa segjum bara, ég að lesa einhvern faðir, mögulega fyrsta sem poppar í hausum minn pabbi minn. Svo einhver sem mér finnst vera góður, núna dettur bara Bryan Cranston, en að ég skilur mig. Ég skilji. Og þetta, þannig ég passa mig kannski upp á þetta álit. Svo langar manni ekki alltaf að fólki líki vel fyrir sig. Þó ég sé ekki að fara út úr minni leið að láta þið líka vel um mig. Ég mikið pælt í þessu. Og mér finnst þú skrítið að fólk veltir svo mikið upp úr þessu álit annara af því að þú græðir aldrei þetta á því. Nei, sko, já, ég saman sammála því, sko. Að það getur aldrei öllum líka vel við því að því lífið virkar ekki þannig. Nei, bara alls ekki, sko. Það getur aldrei þóknast öllum. Og það bara, við erum öll svo misjöfn, sko, og ef öllum líka vel við því, þá væntanlega ert þú ekki þú. Það held ég nefnilega. Skilurðu mig. En mér finnst það ekki skrítið, og ég gera það og bara mjög hreinskilið með það, að auðvitað dettur og bara, ég kannski vil ekki stuða einhvern, bara til að stuða. Ert þá að tala um að... Ég vil ekki fara úr minni leið til að láta það ekki líka vel um mig. Nei, þá er þetta bara asni. Ég segja, þá er þetta, þannig að það kemur þessi þannig þetta smá svona vegasalt að já, mér er alveg sama hvað þið finnst um mig, en ef ég er alveg hreinskilinn, það er ekki alveg sama. Það mér ekki alveg sama. Ég er ekki fara að missa svefn á því, eða ég er ekki fara, bara þá bara, ég þarf ekki að díla við hann, skilur við. Lengur eða hvernig það en það kemur samt það var svo gott hjá mér að vera í ullapissu. Ég vil líka bara ekki að deyja og veistu hvað versta? Ég er ekki ból en ég get ekki Ok, við fyrir bara að fara að klára þetta bróð. Þetta er búin að vera mjög skemmtilegt samt en já, ég skilur þú veist þannig að það er svona þú veist þannig á sama tíma og það nú, þú veist það er alls konar, það er oft einhver slúður eða eitthvað svona Nei, ég ætla að orða þetta svona. Mér er sama, mér er ekki sama ákveð fólk, hvernig það finnst mér um mig. Já, ok. Það er kannski, já. Segjum bara, þú veist, bara fólk sem ég þykir vænt og svoleiðis sem í mínum innsta-hring, það skiptir mig máli. Þú veist, ég vil bera þeim, segjum bara fyrir foreldrar mína, ég vil ekki koma illa fram sem representation af einhver sem þau bjuggu til. Og hvað þau vera ána núna. Það er einskjöld að hlusta á það. Nei, pabbi kann ekki, hann er ennþá hérna. Hann veit ekki svo hvað podcast er. Nei, hann var að læra tónlist daginn. Já, nei. Ok, en mér finnst það áhugavert. Af því að ég vil meina það, ef þú kemst á þann stað, að þér er alveg sama. Þetta er svo að taka 200 kíló af bakinu, sko. Sko. Þetta er svona, þetta er fríing. Já, en þá spyr ég, þú veist eins og þannig bara, þið sama hvað kærastæðin finnst þið? Er það? Já.
Alveg? 100%, ég er ekki að ljúga þér. Já, ok, vel gert. Ég er með þess að talandi við kærastu mína, henni finnst þetta stundum svolítið erfitt, sko. Já. Af því mér er alveg sama. Alveg bara, og fóreldrarnir, 100%. amma þín, amma þín, Ég skipti ekki mjög hver. barnið þitt, Hann alltaf það lítill, en en já. þegar, Ég get alltaf ekki svarað því núna. nei, En mér finnst það mjög líklegt með hvað mér finnst allir sem ég kringum í dag. Já. Af hverju þetta breyst út af honum. en finnst þér þú hafa breyst eftir að átti barnið aðeins? Mýgri, Já, ég er kannski aðeins svona mýgri, aðeins svona viðkomari. Ekki persónleikalega séð, finnst Nei. mér. en sko, en eins og segi, ég er alveg sammála, þú veist, því meira sem þið er sama, því betra, en ég bara verandi hreinskilinn, þú veist, að þá, En flestir eru á þínum stað. Það er já, algjörlega, skilur það er ekkert því ég hugsa svo mikið út í þetta og mér er bara alveg slétt sama. Skilur, það þýðir ekki að mér sé sami þín á skoðanir eða Nei. eða ég elski kærastum minn eitthvað lítið eða minna. Sko, ég læt ekki, ég gera það sem ég sýnist, skilur mig, það er þannig, ég hef alltaf haga mínu bara lífi eins og ég vil haga því og gert það sem, þú veist, þó að kosti alls konar, fattur mig. Þannig að það hefur ekki áhrif á mig með að finnast álit annara skipta máli þú veist, hvernig ég vel að lifa mínu lífi, skilur. En þið meira kannski bara sem ég er að tala með kannski að skipti mig máli að foreldrar mínu vita að ég sé góð manneskja. Og svo það álit. Það skiptiði máli. Já, það gerir það, sko, með foreldra og svona fólki mitt, sko. En mér er saman hvort þið finnst það, fáið þið inn. Fáið þið inn. Grjóð. Dundra kaffibúll í mig. Nei, þetta er svo, ég ætla bara að taka okkar dæmi. Sem ég myndi segja eitthvað, að gera eitthvað kjánlegt í þessu podcasti. Já. Og segja eitthvað heimskulegt, ég hafði pott sagt eitthvað heimskulegt eða eitthvað. Mér finnst þetta alveg sama, 100% hvað öllum finnst, hvort það er jót í bæ, sem ég þekki í neitt, eða kærasta mín. Já, sko, ég er alveg sammála þarna, sko, og ég ger alveg sko, eitt af því sem er svona, sem ég finnst ógeðslega skemmtilegt, sem er ekki gott, en stundum er ég að skemmta og eitthvað svona. Og mér finnst ógeðslega gaman, ég reyni að læða einhverju sem að mér finnst ógeðslega fyndið og helst að engum finnist fyndið. Okay. Ég elska það. Það er kannski ekki gott fyrir, þú er bara eitt moment þar sem enginn hlær. Bara dauðaþögn, ógeðslega óþægild og vandræðilegt. Og þú veist, og ég er með brandara sem ég segi sem ég langar að segja, þótt að mér er alveg samum allt það, skiljum. Það er mér samum. En hvort að foreldrum og svoleiðis finnst ég vera góð manneskja, það skiptir mér máli. En finnst þið þá eins og þú eru eitthvað að sanna það fyrir þig? Alls ekki. En bara þau sjáu Af hverju þetta að halda að vera ekki góð manneskja? Nei, þú veist, það ætti ekki, en það myndi skipta mér máli, skilur mig. Þess að ég hef alltaf bara hagað mínu líf, þú veist, ég hef alltaf bara gert það sem að mér, þú veist, alveg saman hvað aðrir segja, ég hef alltaf gert það. Ok, þá er alveg saman máli þannig. Já, og foreldrar mínir díla við það og allt það, en ég vil ekki að þau, ég vil að þau sé ánægð með mig, skilur. En þú stjórnaði ekki? Ég stjórnaði ekki. Þessum við svo pointless hugsa þetta. En þú stjórnar aldrei hvað öðrum finnst. Þú, nú, fer ég út í búð og verð bara eitthvað, hei, ég er að bíða þetta. Verður aldrei neitt. Ég veit hvað það meina. Ég er mjög kurteis fyrir fólk og allt svoleiðis. Og mér finnst fólk yfir höfum mjög áhugavert. Ég er aldrei eitthvað, ef þú ert bara eitthvað, nei, mér er ekki sama álit annara. Ég ætla ekki að dæma það fyrir það. Nei, sko, en eins og ég segi, þú veist, það er bara, þú veist, allt svona sem maður er að gera eitthvað aukalega og þannig, þú veist, ég er ekki að fara að haga mínu lífi eftir áliti annara. Aldrei. Ok, af því að ég ætla að taka bara dæmi, eins og með þig. Segjum að þú hafi verið í, ég veit ekki hvort það hafi verið þannig, en segjum að þú hafi verið í bara flottu starfi, þú varst með gott kaup, allt í góðu hjá þér, en þú bara eitthvað hugsaði með þér, mér langar að vera leikari. Og kæmið þá hugsun hjá þér, hvað allir með pappmyndi finnst þú það? Ég skal bara segja þér, ég á svona moment, ekki alveg svona, en ég var í körfubolta. Okay. Á bara lífið mitt. Ég er með tattoo sem ég 14 ára körfuboltakall, fékk það þegar ég 14 ára gamall. Og tók mig ár að samfara mömmu mína, að leiða mér það. Að hætti í körfubolta, nú er ég búinn að skilja og svona með börn og allt þetta. Og ég meina með mestu virðingu sem ég get að hætti í körfubolta var erfiðasta moment sem ég hef átt. Í break-up, það var bara lífið mitt og málið er að ég
datt í smá hroka gagnvart þjálfara, nú ég segið fyrst skiptið svona ofinbært. Ég satt, út af mér fannst ég að fá meira að spila. Ok. Og ég fyrir í rauninu bara fílu og ég vildi fá viku frí. Í þessari viku fekk ég sendt auglýsingar SMS leiklistarnámskeið. Og ég var bara eitthvað, ég hef ekki að gera, pröfu þetta, hafa aldrei verið að gera þetta en eins og leys. Ok. Fer þanga og föstudegi, býð 5 mínútur yfir 6, bara þegar ég bara, hvað er þetta að gera? Bara eitthvað, leiklistar eitthvað, þú veist. Og eftir 5 mínútur í ánámskeiðinu, þá man ég bara, ég sit bara við borði, bara eins og hérna, og ég fekk bara, ok, þetta er sem ég er að fara að gera. Þetta er bara... Það kom ekki til hausuna eitthvað, hvað ætli þessi... Ekki neitt, ég bara man tilfinninguna, ég satt og ég var bara, já, ok, þetta er sem ég er að fara að vinna við. Þetta er sem, ég vil ekki segja vinna, þetta er bara sem ég er að fara að gera. Bara ný ástriða? Já, bara, hún er til jafns á við körfuboltann. Ég bara get ekki gert körfubolta og þurfti svo að velja milli, þú veist, ég var á Lefnir og var í Bandaríkjunum að spila og eitthvað svona í high school. En hætti áðurinn fyrir háskóla, þótt ég var með boð þar, bara því ég vildi bara, ég kom hérna, ég er bara að fara að hinga. Það var mér alveg saman allt annað. Og þetta var alveg smá erfitt fyrir pappa minn, sko. Og þegar hann var búin að investa mikið í mig, ekki, þú veist, bara, þú veist, ég var, hérna... Ég veit ekki tala kannski peningalega síðan. Nei, en bara, þú veist, hann keyrði mig, ég ólst upp á Þórshöfn Langanesi, og hann keyrði mig í 1,5 vetur frá Þórshöfn til Akureyrar, allar helgar, 4 tímar, aðra leið. Sérst, hann keyrði fram og tilbaka, kom svo sóttu mig fram og tilbaka. Þannig geta eftir mig aðeins stærra liði. Og þannig við vorum búin að gera þetta og fara til Bandaríkjanna og verið, þú veist, í high school og svo var háskólaboð og allt svoleiðis. En svo bara, en ég er mjög heppinn að þú veist, þau styðja mig öllu sem ég geri. En það hefði ekki breytt hvort að hann, þótt hann var fúll, þá var ég bara ekki, ok, ég ætla að... Já, þú er samt ekki hætt? Já, aldrei hætt. Nei, ok. Skilurðu? Þú veist, út af því að bara alveg eins og það er margir, þú veist, nú flutti ég upp í Kjós, frá öllu, þú veist, lengra frá börnunum mínum, ég er samt með þau viku og viku, keiri bara þýðir hans með rakstu fyrir mig, allt í góðu, en, þú veist, ég ger þetta bara, þú veist, fyrir mig. Þannig, þú veist, þetta er smá oxymoron kannski að segja, þú veist, já, en það skiptir mig máli að mömmu og pappa og, þú veist, fólkinu mínu finnst ég vera góður, að börnunum mínum finnst ég vera góður pappi, það skiptir mig máli. Það skiptir mig, þú veist, en ég breyti ekki, þú veist, hvað ég er að fara að gera. Það eru fórnir sem fylgja því sem ég valdi mér, ég veit það, einhverjir eru sárir við þær, skilurðu, minnst ekkert gaman, skilurðu, hvað er ég búin að segja, skilurðu? Það er ekki oft, það er alltaf. En ég geri það, þú veist, það er bara, og ef ég er ekki að gera þetta, þá er ég aldrei mín besta útgáfa sjálfur mér og þar lendi er ég aldrei jafn góður og ég væri. Ég skil þig. En heldur þú, komum svona persónulega nótur, en eins og með foreldra þínu til dæmis, eru þau að gera eitthvað þess sérstaklega kröfur að þú sérst rosa góða maður? Nei, ekki... Ég held ekki. Nei, raun verið ekki, bara, þú veist, er ekki bara, þú veist, eins og nú er þú orðin faðir, maður vill alltaf að börnin sín bara séu góðar manneskjur. Það er vissu ekki tengt þetta inn í mynd sem að heitir hérna, sem ég hún er geggjuð. Hún er geggjuð, hún er með Michael Sheen. Hún er með Michael Sheen. Ok. Og hann... Ég hef ekki séð marga myndum með hann. Og hann er geggjað, sko. Og mynd sem heitir Unthinkable, sem er mynd sem er hérna sprenging í haus, bara mesta rugl mindfuck sem ég veit ekki eins og hvað myndið Já, þetta er með Samuel L. Jackson. Þetta er ekki Unbreakable, þetta er mynd sem fjallar stríð og allt svona sem fylgir í, en bara frá annar hlið og þetta er sjúklega gott. Ég hef ennþá bara mörgum árum eftir, þetta er 2010 eða eitthvað. Tengist það þessu svo að tala um? Já, hinn myndin, þessi Michael Sheen, bara... Já, ok. Ég fyrir alltaf á svona rann. Nei, Michael Sheen, myndin, það eru foreldrar. Myndin fjallar bara að þau eru foreldrar stráks sem að skýtur upp skóla og dreipur. Ok. Þetta er bara þeirra samband. Inn í þessu hérna. Þannig, þú veist, það tengist bara það, ég held að allir foreldrar vilja að börnin sín séu góð. Ég held að þú munur upplega á þess að skera þér upp eða eitthvað svona, að þú fáir svona, ég vil að barni mitt, á þess að þú sért
endilega bara eitthvað, þú skalt verða svona, en þá ósjálfrátt held ég að þú viljir auðvita að barnið þitt sé góð manneskja. En það annað að vilja eitthvað. Já. Eða óska eftir einhverju, eða krefjast þess. Já, ég er að segja, já, eða skilur þú veist, en ef einhver vill eitthvað, þá er gaman að geta uppfyllt það. Já, þú veist, eins og ástæðan fyrir ég valdi að vera leikari, eða þú veist, vil vera leikari, eða ástæðan fyrir ég er leikari, er ég fæ út úr því að gleðja annað fólk og gefa þeim hvort sem er grín eða drama í x langa tíma til að brjóta upp þeirra líf brjóta upp þeirra líf, skilur þú bara gefa þeim bara frí frá sínu í smástund, bara gefa þeim krydd og það er sem veitir mér ánægju, þú veist, skilur að hreyfa við fólki svo finnst mér óslega gott að fara bara að vera einn ef þetta make a sense og þá myndi maður spyrja, þú veist, en þá skiptir ekki máli þá álitið. Þetta er svo djúpt, þetta er mjög góð spurning, sko, ég eftir að vera í kvöld bara eitthvað, drekka á svölunum og vera bara eitthvað, býtu, hvað finnst mér? Sko, máli, þetta er kannski ekki sangjandi að ég hendur svo það núna, því Nei, það er fallegt, mér finnst það gott, sko. Já, ég hef sjálfur pælt svo mikið í þessu. Tökum bara með sem dæmi, nú byrjum við þetta podcast. Ástæðan ég er að gera þess að þætti og ég er að hitta þig og hitta alls konar fólk. Ég er ekki að hunda. Hvað meinarðu alls konar fólk? Er ekki bara ég? Ekki bara þú. Mér finnst þetta persónulega rosalega gaman. Já. Ég er bara að gera þetta fyrir sjálf á mig. Ég er að búa til podcast sem ég myndi sjálfur að hlusta og horfa á. Já. Skilurðu? Það er eins ég hugsa. Já. Ég hugsa ekki hvort öðrum finnst þetta skemmtilegt. Nei, en það er í enda dagsins staði sem vilt vera á. Og það er að sama. Það er bara bónus. Algjörlega, og þú veist, og ég er að gera leiklist út af því að þetta er það sem mér er gaman. Þú veist, ég er mjög einfalt bara, ef mér er gaman og ég kann það, og þá ger ég það. Alveg sama hvað það er, skilur. Ég hendi í námskeið út á landi eða, þú veist, fyrir krakka til að kynna þeim fyrir leiklist, bara það mér langar að gera það, og mér finnst það gaman. En svo er ég með bara mínar leiðir og mín markmið og hvernig ég geri, hvernig ég vel að gera skrefi mín til að ná mínu markmiði. Og þú veist, og ég, eins og sé, ég hoppa til og frá og það er bara, þú veist, ég veit hver fórnum minn er. Og það er fyrir mig. Þannig að, þú veist, í enda dagsins að gleðja þig, segjum það bara, að það gefur mér. Þetta er smá svona, Horror Friends, potted. Ég sé það, já. Já, Mér er Seinfeld maður, en ég sé Friends. Þetta er svo þegar Phoebe var að segja þegar Joey sagði there's no selfless good deed. Það er alltaf, þú veist, gera þetta, það gerir geggjað. Já. Og þú veist, en í enda dagsins, þá líður mér ógeðslega vel með það. Þannig að grunnurinn er alltaf bara, fyrir mig er ég að gera þetta. Það er því að þetta er sem veitir mér fyllinguna. Ég meina, ég til þessum daginn, að ég er alltaf að reyna að hrósa meira. Já. Hvort það bara hrósa fólki eða, hrósa aðra fólki kannski. Já, eða bílum. Nei, því ég hrósaði fyrirtæki. Já, ok, já. Ég sendi mail á fyrirtæki, ákveð fyrirtæki, sem ég var svo ánægð með. Já, vel gert. Bara allt flott þetta fyrirtæki, bara rosalega ánægð með alltaf þjónustu svona. Og ég hugsaði með mér, herðu, nú, ég var búin að tala um kærastuna. Já. Og ég svo hugsaði, herðu, ég ætla bara að senda það mail. Það er svo gaman líka að fá svona mail. Þannig þegar ég sendi mailið, þetta gleður vonandi fólki, það er alltaf mín von, en ég er alltaf samt stjórnaði ekki. Nei. Ég kannski hefði getað fengið bara diss á móti og bara ekki eins og svar. Það væri mjög gott. Ég fekk þetta svar og bara jákvæð. Okay. En mér leður svolítið vel með þetta. Já. Skilurðu? Já, gefa af þér. Já, ég gaf af mér. Já. Þannig ég skil hvað svona, þetta var kannski good deed, þetta er hrós. Já. En ég er samt græddur líka þau. Já. Og það er smá rétt, skilurðu. Já, í raun og veru, sko. Og það tengdist bara inn í, skilur, að þú veist, að ástæð fyrir ég að gera það, þótt að það sem að veiti mér fyllingun er að gera fyrir aðra og gleðja í þessu, og þá er ég að gera það í enda dagsins bara fyrir mig. Ok, þá ætla að taka, ég spurði út í annað, sem tengist þessu. Ef þú fengir boðum að leggja í bíómynd, og þú myndir lesa handritið, og þetta væri bara rosalega skrifað, þú sér fyrir bara, ég geti gert svag, ég geti ekki en karakter úr þessu. En karakterin er barnanýðingur. Herðu, þetta er góð spurning. Ég er nefnilega á henni fyrir skólan, þá fór ég
þá var ég viss að þetta, væri það eina sem ég myndi ekki geta gert. Þannig að þú myndi segja nei? Nei, það er erfitt, Þetta er mjög erfið spurning. Út af því að, og ég var bara handviss, ég var bara, þetta er bara eitthvað sem ég hef ekki áhuga á þessu. Svo gerum við í skólanum verkefni sem að á 4. viku á æfingum að þá föttum við að hann pedo. Ok. Þannig allt í einu væri komin inn í eitthvað sem ég ætla aldrei að gera. En hann er ekki að gera neitt, skilur þú veist, en við sjá bara sagan hans á bakvið var. Já. Þannig að breytti ásinn minni á karakterinn. En það sem ég væri kannski hræddur við bara út af því að það er svo auðvelt að festast í þarna, Kevin Bacon gera það tvisvar? Já, hann hefur gert það tvisvar í Woodsman og Sleepers. Woodsman? Ég veit ekki The Woodsman. Á coverið svo heldur hann svona rauðu bolta. Ég hann þetta að sjá svona. Já, en hann gerir ekki neitt. Nei, en hann samt. Já. Þú þarft að hafa ákveð hugur ekkert til þess að taka þessu hlutur, ekki? Já, þú veist eins og ég man bara þegar þú segir rauði boltinn, þegar hann út af því að það var, þegar hann var að fá hana til að setjast á sig og eitthvað svona. Ég hef ekki séð það, Nú það ekki. Hún nefnilega... Veit bara hvað myndið það. Já. Og mér finnst áhugavert að hann gera þetta tvisvar, Þannig hann er algjört ógeð í Sleepers. Já. En það sem ég fór aðalega að pæla, ef að þú til þess bara, þú persónulega, þú hefur bara ekki áhuga á þessu, þá var allt alveg góð að segja bara nei. En ef þið langar gett þess að geða það, en þú ert bara svo hræddur hvað fólk áttur að segja. Já, það er annað. Mér finnst það erfitt að svara þessu, ég myndi ekki, það er engin ósk hjá mér að leika svona, fattar mig. Nei. Þú veist, þetta er eitthvað sem að maður er alveg síðast, en fjöldamorðingi eða eitthvað, við förum aðeins. Já, bara þú veist, en ef að segjum bara, þú veist, ef að svo geggja dæmi, Mads Mikkelsen myndin, The Hunt. Leikskóla, já. Jakten, já. Það er þessi geggja hlutverk. En það er mjög, þú veist... Krefandi. Já, en það er kannski bara spurningin hvert þetta komin í ferlinu frekar. Ég skilji. Ertu hræddur það kannski frekar að bransi myndi afneita þér, frekar álit annara? Frekar bara, nei, ég myndi ekki segja alls, ég held að bransi myndi, ég held að fólk fatti nú alveg munin á. Þú veist, hvað þú ert að gera og allt það. En ég meira bara svona, það nú, bara þetta sama skilur, hvað ertu pigeonholaðar skilur? Ég ætla að koma eitt dæmi, sástu Saving Private Ryan? Mjög langt síðan. Ok, skilur ekki öllum máli. Það er eitt atriði, þar sem að þeir hitta í rauninni, það er svona eitthvað skotarós og þeir berjast eitthvað og það er eitt þjóðverið sem lifir af árásuna og þeir eru svona rökrað hvort þeir eiga að drepa hann eða ekki. Já. Og Tom Hanks, sem er svona leiðtoginn, hann ákveður bara að sleppa hann. Bara, látu bara næsta platoon pikka hann upp og bara sem fanga, við erum að fara í ákveðu verkefni, við getum ekki tekið hann af okkur. En svo í lokin, þetta er spoiler fyrir Saving Private Ryan, fyrir það svona hlista, svo í lokin þá skýtur þessi sami þjóðveri Tom Hanks. Hann drepar hann. Já. Þannig hann er svíkur. Þannig hann playaði sig, wow, cool, bara, nei, please, ég lofa, ég ger ekki neitt og bara ég hata Hitler og allt þetta. Bara, please, slepptu mér. Svo í lokin, þá skýtur hann Tom Hanks. Já. Og það er ákveðin leikari sem hefði getað leikið þetta hlutverk, þjóðveri. Og hann sagði, ég get ekki tekið að mér þetta hlutverk. Af því þetta er svo mikil svik. Þú ert svo mikið að svíkja Tom Hanks karakterinn að hann var hræddur að honum yrði aldrei fyrirgefið. Já, þá af áhorfundum. Af áhorfundum. Já. Hvaða leikar er það? Hann er Thomas Kretschmann. Ok. Minnaði að vera hann. Hvað finnst þú það? Það áhugavert, Ég held eins og í þessu dæmi, ég held að mér var í raun og veru slett sama, Sem leikara? Já. Og sem mannesku, þótt ég myndi gera nættjúk. Ég til dæmis, ég er ekki leikari, en... Drepaði vera drepinn. En ég meina, þetta er bara... Þetta er bara leikur, fucking hlutverk. Já, en það er bara kannski út af þetta er náttúrulega svo hrikalega, þú veist, eins og dæmi sem þú veist að taka. Þetta er náttúrulega bara sem okkur finnst öllum svo ógeðslega ljótt. Já. Og þá er þetta svo ekstra erfitt út af því að, þú veist, sömu hlutverk eru sjúk og flott. En svo kemur bara, þú veist, ég held þetta sem er bara, hvað ertu í ferlinum? Eins og með tekur Kevin Bacon sem dæmi. Eftir hann gerir fullt af fræmyndum. Myndum, já, og eftir þessa myndir þá er hann alveg gert alveg eitthvað meira sem
sem ég vissi okkur núna man ekkert eftir. Ég meina, hann er alveg búin að fá aðalhlutverk í bíómyndum, í sjónvarpsþáttum, Já, en fullt eftir. Já, en spurningin er, þú veist, ef hann hefði verið Búin að gera eina mynd, eða eitthvað. eða enga mynd, eða fyrsta mynd, eða hvar væri hann þá? Væri hann þá bara, þú veist, er ekki hann það gaurinn sem er alltaf, ég var bara að horfa núna, þetta sem að hann leikur alltaf Creep. Ég veit ekkert hvað hann heitir, hann var í þáttu sem að, ég með blenda tilfinningar, en ég horfði á þetta allt, þetta er eitthvað superstore, eitthvað cloud eða eitthvað, þetta er mjög skrýtnir grínþættir. Já, þekki það ekki. En það er hann einhver karakter, bara pingulítill karakter, hann leikur Creepið, og þessi karakter er alltaf Creepymyndum. Ok. Myndirðu lega ferilsmynd þannig? Alls ekki. Nei, en það er typecast. Hver er munur á því, eða þú leikur alltaf finnagurinn? Ég held að við séum alltaf typecastu. En er það? Ég held að. En eins og dæmis ég tók með þessu Edward Norton, hann er ekkert alltaf eins. En, nei, sko ekki. Þetta dettur inn á, þetta er mín kenning, sko. Með með að við erum alls konar. Út af því að ég tel mig aldrei geta leikið eitthvað eins vel og ég get, nema ég þekki eins mikið af því persónulega og ég get. Út af því leið og ef ég er að díla við eitthvað sem ég hef aldrei lent í, þú veist, þá er ég meina eða sömu tilfinningar, að ég get ekki heimfært þar á einhverja tilfinningar sem er samsvarandi, að þá er ég alltaf að projekta á karakterinn minn, einhver sem er ekki frá innan í mér. En getur ekki alltaf tengt af við eitthvað? Til dæmis, jú, karakterinn kannski missi barn, þú er ekki misst barn, en þú kannski misst foreldra. Já, en ég er að segja, tilfinningi mín þarf að vera til. Þannig að, þú veist, þannig að sorgmætti sem er með barn, þegar ég gerðum leikrit sem, svona verbatim leikrit sem fjöllum með mig, var yngri systir og mjög sorglegt og það við unnum að þessu 2 ár og við talaðum við fólk sem hefur mist barnið sitt og það er eitthvað sem maður óskar engum og skilur við það bara... Það er bókstaflega versta sem getur komið fyrir, held ég. Já, bara þú veist, 100%. Og ég náttúrulega þekkti ekki þessa tilfinningu, en þarna verið nýskilin og ekki, það er alls ekki saman tilfinning, en ég átti mjög sára tilfinningu út að ég var að slíta og skemma, eða bara mínar gjörðir urðu til þess að fjölskylda mín slitnaði. Þannig ég var að taka af litla barninu mínu og eða bara öllum litlu börnunum mínum þetta frá þeim. Og það var sorg og sár tilfinning fyrir mig. Þú kannski tappað inn í það? Ég kannski tappað inn í það, en það sem það þýddi að fyrir mig var ég með mitt fólk í þessum aðstæðum. Þannig í hausi minn spilaði mitt. Ég skil því. Út af því að það var einhver tilfinning sem ég þekkti og ég þurfti að nota þessa tilfinningu. Og það er sem ég er að meina, þú veist, með typecastið skilur eða þú hugsar, ég ætla að nota Andy Serkis sem er gott dæmi. Það talaði hann sem karakterleikara. Hann er ekki, mér finnst það ekki typecast. En sko, það? Já. Þið finnst það? Og hann er alltaf dýrslegur. Og það held ég að hann sé ógeðslega, alltaf, það sem ég sé hann gera, þá er alltaf einhvers konar dýr. Einhvers konar Er það bókstaflegt dýr? Nei, bara þú veist, hann er með dýrslegar hvatir. Hann er, segjum bara Gollum og svo hann César? César. Að þú veist, hann er ógeðslega góður í þessu. Þannig að hann þekkir þetta væntanlega ógeðslega vel. Og það við myndum aldrei hugsa hann sem typecast. Út af því að við sjáum hann alltaf í, hann er þú veist, Gorilla, svona Gollum, svo mann ég ekki, það var eitthvað annað sem ég sá hann í. Hann er þetta búin lengi fullt af dóti. Fullt, já. Prestige, hann var ekki En sjáðu hvernig hann er, en ég þarf að vita hvort það sé, en punktur minn er að ég verð að þekkja þetta element af mér og þannig við erum alltaf typecastið á einhvern nátt. Þannig að það sem ég hugsa Andy Serkins er þessi 2 hlutverk. Svo er eitt annað sem ég bara man ekki hvað er. Sem sagt, En var það því að það sem þessi hlutverk er sameiginlegt, er að hann er í motion capture suit. Motion capture suit og bara karakterinn sjálfur. Þú veist, já, en þegar hann væntanlega fengi hann, af því hann var stóð sér vel sem Gollum, hann kann að væntanlega leika svona eitthvað mocap karakter, er eitthvað öðruvísi heldur að leika. Já, ég held að sé, þú veist, venjulegt hlutverk. Ég held að sé ógeðslega erfitt, sko. Ég held að sé erfiðara heldur en nokkuð mann. Ég held að líka, með gruna það, en þannig að hann leikur César, en svo hann að leiki, menn hann leik gæi Black Panther, Marvel-myndinni, hann vondu kall þar, hann leikir Prestige,
Hann var alveg lengi. Já, býtu, hvað var hann í Prestige? Hann var hægri höndin hans David Bowie. David Bowie leik Tesla. Já, ok, það er kannski minnst svona dýrslegar en eins og í henni mynd. Black Panther, þá er hann... Vondi kall eitthvað svona... Já, svona dýrst, já. Ég er ekki ósamlega þar. En þú veist, en þannig punktur minni meira bara, þú veist, Daniel Day-Lewis, við sjáum óslega lítið af hans karakters. Ég ætla að orða þetta svona. Við erum... Ég er nú að gegja dipló. En þessi Daniel Day-Lewis, hann tefgast. Hann leikur alltaf stór hlutverk. Hann leikur alltaf ógeðslega góð. Hann er með einn af mínum bara allra uppáhalds. Hann bara My Left Foot og bara allt þetta Gangs of New York og allt sem hann har gert. En við bara vitum ógeðslega lítið um hann. Þannig ég meina með typecast. Það leikar hann sjálf. Leikar hann sjálf. Við vitum ógeðslega lítið. Já. En það er líka því hann vil halda þig þannig. Það er sem ég segja. Það er eiginlega punkturinn minn með typecasti. Þannig að ég held að karakterin sem hann leikur er ógeðslega nálagt honum, persónulega. Meinar þá hvort sem hann leikur í Gangs of New York eða My Left Foot, Name of the Father, Boxer, whatever. Já, að þetta er eitthvað sem er svo nátengt og ég held að við séum alltaf köstuð út frá einhver sem að við þekkjum eins nálægt okkur og hægtir sem er í eðli sínu typecast í raunur. Hann lítur svona út og þar alveg er hann óslega góður í þetta hlutverk. En svo er bara, þú veist, Christian Bale og allir þessir þannig sem okkur, þú veist, finnst þá hvað heitir hérna austuríski leikarinn sem að fíla Christoph Waltz veit óslega lítið um þá sem leikara, eða þú veist bara nei sem manneskjur, skilur við. En finnst þú þurfa að vita mikið um þá? Nei, alls ekki, það er að, þú veist, mér finnst að gegja en það sem ég meina er þú veist, þú leikur aldrei neitt jafnvel eins og það sem þú þekkir það er kannski bara Nei, það er líka, þú getur líka sagt það um eins og að skrifa. Já. Það er að tala um write what you know. Já. Það gerur þú best. Þú ert ekki að tala bara það er þegar á leikara. Jú. Þannig að þú veist, það er svona, þannig ég er alltaf verið, þú veist, við erum öll typecastuð á einhvern hátt. Þú látum við hugsa þessu öðru að vera typecast. Já, þú veist, það er svona, ég hef oft hugsað þetta og þegar ég fatt að bara, ok, það er mjög líklegt að ég fitt inn í þessa kategóríu. En ég veit til dæmis að bara það sem ég fekk að gera nú í Noregi, það er allt öðru sem ég fengi tækifæri til og mér finnst það gaman að fá að gera það. Mér finnst það geggjað og ég með þess að pröfa að nota eitt frá, en það er notað ég mikið af mínu, það mér finnst það bara þægileg aðferð til að vinna og þar að vísu sá ég eitthvað alveg óvart með frá Bryan Cranston hvernig hann gerir og ég ákvað að pröfa það og mér finnst það geggjað. Eitthvað svo tækni bara, leiktækni. Já, hann bara basically sko fyrst náttúrulega brýtur allt niður handriðið og finnur út og svo eins og þessi tjúppug aðferðir bara ég tengi við mig bara, og þá replacea ég öllu sem við erum á þeim stað og bara eitthvað sem ég þekki og einhverja aðstæður og svoleiðis bara til að búa til sannleikan inn í mér út frá sannleika sem ég hef upplifað til að geta gert út af því að leikurinn er bara lygi og því betur sem ég trúi lyginni því betur ég geti gert hann hlýtur að vera. Þið fyrir eitthvað kaup í þessum áhörandi. Já, út af því að þú veist, hann er eins satt og hægt nema okkar hann bætir við þetta og skrifar bara, þú veist, við þannig sinnur, bara skrifar alla mögulega tilfinningar sem að þú getur mögulega fundið á þessum tímúti karakterinn. Þetta er að gerast. Hvaða tilfinningar þú sem manneskja, hvaða tilfinningar getur vaknað? Þú veist, reiði, öskur, þögn, að labba í burtu, fara meira inn eða hvað sem það er, skilur og bara skrifa niður, svo bara leta hann vera og svo bara það sem kom Er þetta að hann gerir þetta á hann að tekur upp atriði? Já, og svo bara í atriðinu þá bara var einhver af þessum tilfinningum sem var organísk Er þetta að tala um að hann ákvað ekki, ég ætla að gera þessa tilfinningu En hann skrifaði niður fyrirfram? Já, skrifaði nokkra möguleika en ekki bara ég ætla að vera reiður, öskrandi reiður skilur Já, hann leiði þess að koma bara svona náttúrulega Já, og þá var það eins Já þannig að þá sem segir hann að þá skrifar hann bara, segir bara 5 mismunandi tilfinningar allar eiga við þetta atriði svo lætur hann vera og svo bara þegar kemur að því að taka upp atriði að þá er einhver tilfinning sem að greinilega fer inn í undirvefinn og sem verður bara organísk og alvöru í staðin fyrir, ok, núna er þetta atriði að gerast og þá er þú allt í unnu fann að horfa þig sem leikarinn og stjórna þér í staðin fyrir að vera í núinu. Vá, þetta er... Og þetta var geggjað.
Og Þú hefur prófað þetta? Ég pröfaði þetta í senna og ég fekk alveg svona, ég var bara eitthvað, takk, Brian. Thank you, Brian Cranston. En ég meina, ætlar það ekki bara að gera þetta alltaf? Það er bara fyrir svona 100. Og það er bara, gerir ég núna í, þú veist bara, ok, hvað er, og þetta er bara geggja. En þetta tengist líka svo vel inn í þessa tjöpug aðferð. Sem er bara, þú veist, þá ertu að vinna með bara þína sanna og þá er þetta eins satt og þú mögulega getur. En þá, þetta kemur kannski inn á eitt sem ég hef tekið eftir sem þú leikara. Stundum því ég horfa á myndi eitthvað með einhverjum leikara. Ég þol ekki þegar ég er að horfa á leikara og ég er bara svona, já, ok, þetta er bara gaur að leika. Ég er bara að horfa á leikara. Já. Ég vil horfa á persónu. Ég vil horfa á mannesku. Já. Skilurðu? Og það er alveg sumi leikarar og eitt sem þetta eftir því sem hann er bara að fá svaka lof fyrir að vera góður leikari og hann er að vera svo geggjaður leikari og ég hef aldrei fílað hann. Veist hann alltaf vera að leika. Er þetta... Ég veit ekki hvort þú þekkir hann. Þú potið séð hann. Hann heitir John Bernthal. John Bernthal Ungur? Já, ég ætla að sýna bara snöggast hérna mynd á honum. En svo er eitt sem ég líka, svo ég enda dagsins, og þetta tengist inn í hérna, sem þú vorst að tala hvað fólki finnst þig og svo leys. Svo ég enda dagsins er þetta líka bara eins og tónlist. Hvað fílar þú? Já. Þú veist, bara tengjur við. Já. Ég vísu í einu, ég sá henni einu sem ég fílaði hann. Þetta er Gordon Punisher, eða ekki? Já, en hann var leik grínatriði. Hann var í einhverju gríndæmi. Wolf of Wall Street? Nei. Ekki það? Nei, þetta var einhverju þættir, sko. Hann átti að reyna, nú er þetta dottið. Ok, fyrir mig, finnst þér ekki góð með nöfn og eitthvað svona? Góð. Það er að segja geggjaðan sögu. En eins með hann, til þess. Ég horfa á hann og ég er bara svona, þú ert að leika. Já, en sko þarna kemur þá held ég líka bara að þú ert bara ekki að tengja við hann, en svo næst, þú veist, út af því að... En svo er einhver sem fíla hann og finnst hann ekki vera að leika. Nei, 100%. Og það finnst mér líka ógeðslega mikilvægt að í enda dagsins er þetta bara smekkurinn. Hvern fílar þig? Algjörlega, en þá er spurning eins og með hann, og ég er ekki þá að gera lít úr skoðum annar ef þau fílan leikara. En þið finnst það rangar? Nei, alls ekki. Það er bara ekki sömu skoðun og ég með. En eins og með hann, ég ástæði nefnin hann, þar því ég er alltaf, þegar ég horfa á hann að gæja, ég er alltaf opinn. Já. Skilur, ég lega, ok, John, komdu mér nú óvart. Skilur, en mér finnst hann alltaf vera að leika. Mér finnst ég aldrei kaupa að þetta sé manneski. Já. Skilur. En heldur það sé þá handriði sem hann er að leika eða hans vinna út frá handriði? Þegar ég er bara að pæla, er hann ekki að tappa í þetta sem þú ert að tala um? Mögulega, út af því að svo bara er ekki... Er þetta það sem ég er ekki að tengja við? Mér finnst að þú ert að tala um að vera ekta og ég þarf að trúa þessu. Ég trú honum aldrei. Já, sko... En samt er hann að leika hlutur sem ég ætti að fíla, þetta er á mínu áhugasviði, skilurðu? En minnst það samt alltaf að vera bara, hann er alltaf svo mikið, hann er svo mikið að leika, og ég kaupi aldrei í sig að horfa á mannesku. Já. Alls hvað hann er leiki í. Já, sko, ég veit ekki bara hvað hann gerir, sko. Þú veist, ég þarf eiginlega að horfa meira til að geta verið... En svo kannski eftir ekki eins og saman með. Nei, ég horfa á hann, þetta er frábær leikari. Nei, þú veist, eins og þetta gríndæmi sem ég bara langt svo veit á, það meðan hann er geggjaður í því, sko. Já, kannski, ég hef ekki séð það. Kannski hann mögulega flottur í því. En svo er það kannski bara, ég náttúrulega er kannski bara ég seti bara minna dómharar en þú, bara ég er almennt bara betri manneskja. Nei. Ég er ekki dæmand persónulega. Nei, þetta er alltaf, hvað hétt hann áttur? John Bernthal. Og þú þolir hann ekki. Nei, Minnst hann ekki skemmtilegari? Nei, en þú veist, þá kemur það bara, þú veist, bara hvern fílar, skilur mig. En svo er eitthvað spurning, því ég ofta sé hann leika ykkur svona nagla. Kannski á hann bara ekkert að leika svolítið skæja. En þú talar um eitthvað grín? Já, bara, þetta var lítið grínatrið þarna, sem hann var að leika. Hann er vísið mjög gott rocket look, sko. Já, og svo líka ég er að follow hann á Instagram. Ég er að follow Instagram, ég sín honum það virðingu. Já. Ég held þess að follow hann á Instagram, ég er ekki það. Svo er þetta bara einhver annar. Þetta er þessi. Hann er voða töff. En getur það litað eitthvað smá? Nei, af því mér fannst það á hann ég follow hann. Já, ok, ég fatt það. Skilur. En það er, já. Nei, þú veist, þetta er alltaf, skilur, þú veist, maður fílar einhverja leikara og svo fílaru ekki leikaran sem að þér finnst að vera geggjaður og öfugt, út af því það er bara eitthvað sem að mér finnst bara ekki, en þá er það kannski bara,
að hans segjum bara raunum, ég veit ekkert hvað hann er að gera en hans raunheimur er kannski bara ótrúlega frábrugðin þínum raunheimi þá meina ég tilfinningum að við sem geta að tappa inn á sama dæmi, þetta er svona kannski smá eins og þegar við kannski pyrrum okkur á því að laugavörun sem er notaður í myndinni er bara hverfiskatan en fyrir myndina þurftum við að nota þarna þannig allt í henni er ég farin að pyrra mig á og ég veit að raunveruleikin er ég skil, þú veist að vera svindla já. Þú veist man ekki tenginguna en þetta var ógsta flott sem er og maður þannig John Bernthal og tappar inn og já, að þú veist að þá bara hans raunheimur var öðru sem minn já, út af því að þú veist að þá bara erum við ekki að þá erum við kannski föst einhver staðar inn í bara, herru, þetta er hverfiskatan þetta er ekki laugavörun kannski, skilur hvað ég meina? Ég skil hvað það við, en svo getur líka vel verið eins og með þennan tiltekna leikara það sem ég er að pæla af því að ég sé hann á Instagram að hann er svo cool hún finnst að vera ógeðislega svalur og ég þekki hann alltaf ekkert persónulega en ég get ekki dæmt það það sem ég er að pæla, þegar hann leikur sér hann svo töffara í þessum myndum og veist, er hann ekki bara svolítið mikið bara djöður ég að fara að leika hann töff já, meina, ég er svo cool það getur alltaf verið já, þú getur ekki ákveð það fyrirfram nei, en þú veist, sko þú getur það, þú mátt allt og já, en þá kannski farið út framistuð sem ég hafst þetta saman svona Íslandi fílar ekki já, en svo færðu þá framistöðun sem er búin að búa til þennan mann sitt líf, skilur og kannski er fíl en ég skil hvað meinar upp á það að gera, þú veist, eins og segjum bara Liam Neeson hann er bara authentic badass einhvern veginn það er hann svo góður leikari já, en hann er þér finnst kannski þá bara að vera meira put on þú veist, ég ætla að láta sólgur á mig og það geggja törf já, þetta er svona, og ég ætla að vera með eitthvað svaka svipi og hvernig ég lappa þannig ég er ekkert endilega já, þá, þannig að þessi meiri bara skilin frekar en ostran inn í skilinni já, 100% sér hvað það var gott, þetta var mjög copyright, ostran, við erum öll bara það er svona quote við erum öll hérna að reyna bara að vera ostrur ekki skil í hérna lífsins sjó en ég held það sem bara málið af því að leiktu bara persónu vertu þessi persóna og láttu mig sem finna út sjálfur hvort þessi er cool já, en það er svo erfitt kannski að hérna það er samt kannski erfitt að vita er hann að gera þetta eða er hann að vera kannski er hann bara svona full on og þú bara fílar hann ekki sem mannesku það er nefnilega held ég sem máli ég held að ef ég myndi hitta kannski er hann ógeðslega rígil en ég er bara leiðilegur en þú bara myndir ekki bjóða hann í podcastiðin maður tengir ekki allar manneskjur skilur, og bara eins með leikara ef ég horf okkur leikara það er líka sumi leikarar ég ætla bara að taka okkur dæmi Arnold Schwarzenegger mér finnst ekki besti leikari í heimi en mér finnst það rosalega gana að horfa á hann sammála, mér finnst það mjög skemmtilegur hann er alls, þú veist hann er með karisma það er bara það bara þú veist, True Lies hann er þetta geggjær True Lies með hérna upptökutækið að missa það já, þannig hann er líka fyndinn bara, ég finn, þú veist, tekur sig ekki á alvarlega nei þótt hann sé þessi Mr. Universe 25 sinnum eða hvað það var Mr. Olympia já, og hérna og allt sem að, þú veist, allt sem hann er búin að ná að gera þú veist, og búin að væntanlega fáir sem eru meira successful veistu hvað ég held að þetta sé ég er bara að segja eitthvað í bláin ég þekki John Bernthal ekki persónulega er þetta ekki bara eitthvað veist óöryggi Schwarzenegger til dæmis, hann er bara sjálfsöryggur hann þarf ekki að leika sig cool hann er bara cool þetta er flóknar spurningar sko, ég held að þetta sé svo erfitt að vita þegar maður þekkir ekki manneskuna og ekki búin að tala við hana og veist ekki hvernig aðferð nota sumir náttúrulega eru óöryggir og akta cool til að fela það, klárlega en svo eru sumir sem eru bara einhvern veginn eru bara svona og þú bara annarkot fílar það ekki þú veist ég veit það maður er alveg hitt fólk sem er bara svalar en svali þetta er alveg gott nei, ég ætla að endur taka bítu cut sumir eru bara svalar en hæsi það mætti halda að vera eitthvað áfengi við erum edrú en skilur þú, en sumir eru bara þannig en svo bara fílar ekkert manneskjuna en hún er kannski ekkert endilega hún er alveg örugg með sig en er bara svona algjörlega þetta er svo erfitt að vita nema en ef maður myndi taka spjallu á hann þá getur maður held ég fengið meira bara ok, þetta er akt eða þetta er þú veist, hérna
þetta er bara real og ég bara fíl þetta ekki. En ég held bara, ef þú ert á samfélagsmiðlum og þú ert eins og þessi gæði, ég er búin að fylgjast þess með honum. Bæði orða vídeo með honum á Instagram og bara svona persónuleg vídeo og svona skoða myndir á eitthvað. Ef þú ert að akta rosa mikið á samfélagsmiðlum, bara sorry, þá ert ekki sjálfsörg manneskja. Nei, en getur verið þannig að ég að spyrja þig að mjög flókin spurning, þannig að hann er núna vörumerki. Já. Og þá þarf þú að smá að þú ert nefnilega, þetta er ekki kannski vinsælt, en í enda dagsins erum við ákveðin vara sem við erum að reyna að selja. Og hljómar illa, þetta hljómar illa, en eðli málsins er bara, þú veist, það er bara þannig, þú veist, bíómyndir er bara vara sem þú ert að reyna að gera og karakter er hluti af vörunni sem þú ert að... Algjörlega. Þú veist, og það gerir þetta ekkert verra eða neitt og minna göfugt eða neitt svoleiðis, en þú veist, í enda dagsins er þetta afþreyingarefni til að gera fyrir fólk og reyna að þú veist, þó þess að breyta hugsun eða vekja upp tilfinningar. En hann sem Punisher, það myndi við segja að það væri svona hans hlutverk. Það er svona þekktastu fyrir það, myndi ég segja, já. Þannig að kannski er hans bread and butter fyrir hans familju er þetta. Og þá er hann viðhalda ákveðin ímynd fyrir næstu Punisher myndir. Mögulega. Mjög góð punktur, en þá segi ég líka, er það sem ekki svo mikið óryggi? Af því að ættir ekki vera, að ég hef sér fullt af leikurum á Instagram og ég er bara eitthvað, vá, þessi kona er alltur sem ég held, eða þessi kall er alltur sem ég held. Þú er hún cool, þú er hann cool. En hann, af því að hann dettur þetta, nei, ég þarf að þetta er kannski rétt sér, hann er bara, nei, ég þarf að halda minni svona töfka ímynd. Já, sko, og það getur bara verið publicist sem er bara, herri, þú mátt ekki vera, við erum að selja þetta, þú mátt ekki. Já, en á hann þá ekki koma inn og segja bara, nei, herru, það er bara kjaftu þeim, mér er alls eitthvað öðru finnst, ég ætla bara að vera í sjálfur. Já, en svo kannski fær hann bara, þetta er, þú veist, hlýtur að vera the ultimate, Bissó fyrir hann. Hann bara fá að vera strákur sem var 10 ára alltaf fyrir að gegja harður og eitthvað. En ég veit, þetta er óslega erfitt að svara þessu út af... En mér er svona svo gana pæli í þessu. Algjörlega, sko. Af því ég horfa á hann og ég er bara svona, af hverju fíla henni? Þú veist... Já, við þurfum að tala við. Mér finnst að þetta ringi í hann. Ringi hann. Þú ert leikari, þekkir hann ekki? Jú. Þekkir ekki eitthvað sem þekkir hann? Jú, pottet. Herru. Það er alveg mögulegt. Erum við ekki orðin bara... Ég er nú svo sveittur. Jú. Ég veit ekki svona hvað. Herru, viltu eitthvað segja eitthvað lokaorð? Eitthvað að visku í loki? Við erum búin að taka við erum öll bara ostrur að reyna að sleppa út úr skelin okkar. Nei. Og að vera cool en svo að vera hæsi og það er eitthvað svolítið. Nei, sumir eru bara svalari en hæsi. Ég ætla að búa til svona sérstætt mynda með svona góti. Þetta er geggja kót. Ekki bara slútt þessu? Jú, bara áfram lífi og namaste og allir vera góði við alla og lifðu lífinu þínu eins og þú vill lifa því. Mjög góð lokaorð. Bara takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Og þetta var ógeðslega skemmtilegt svona spjall. Þetta var svona fram og tilbaka. Já, mér fannst þetta ekki skemmtilegt, en þetta var æðislegt fyrir þig. Mér gaman að gleði þig. En þess að ég sagði það á hann, við saman málum þannig. Hvað finnst þér um mig? Hvað finnst þér um mig? Þetta er alltaf leið, ég er en svona í alvörunni, hvað finnst þér? Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Yes! Og góða hliðin. Virkar mjög góð mannskja. Takk fyrir. Takk fyrir.